Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðaradeildina. Úrslitin eru í gangi og það seinni undan úrslitaleikurinn og hann ekki af verri sort. Það Vega á móti SÚS eins og sést hérna fyrir aftan okkur. Og þrátt fyrir það að við sáum áhugaverðan endi á seinasta leik, þá KBO spilaði mjög close við Dusty. Það spurning hvort að SÚS sem að voru á siglandi, bara ótrúlega góðir í enda tímabils, náðu að stika eitthvað við Vega hérna í kvöld og veistu ekki, telða örlítið líklega heldur en KBO sigur á móti Dusty. Já, og ég myndi segja að þjóðin örugglega sammála því, við förum við pikkum svona eftir. Já. KBO komandi inn í seríuna voru kannski á stað þar sem að þeir stóðu sig ennþá betur heldur en flestir hefðu búist við, bara á ekkert endilega sem vannmat á KBO heldur bara mat á því hversu dominant Dusty eru og hafa verið síðustu ár. Og þeir stóðu sig betur, KBO stóðu sig betur á móti Dusty heldur en maður hefði kannski búist við á blaði fyrirfram. Sett okkur í mjög close overpass af öllum möppum, sem kemur svolítið á óvart einhvern veginn að hafa dregið Dusty í djúpulaugina í overpass og í rauninni Inferno líka. Það bara málið, skilur þú veist, þetta er bara, ég ekki ennþá búin að jafna mig á Novu Ace á móti kaupi með momentumið KBO megin, T-megin á Inferno, sko, þú veist, hvenær hefur það bara gerst einhvers staðar í heiminum í competitive Counter-Strike að einhver hefur Novu Ace af T-main bara, þú veist, þetta er í alvörunni það sturlaður hlutur. Já. Að ég gæti trúið að þetta hafi verið fyrsta skipti sem þetta hefði gerst bara í útsendingu í heiminum. Já, Jamie, pull out that video. Já, þetta er eitt af því, sko. En þú veist, horfandi á leikinn í kvöld, Vega áttu mjög sterkt tímabil framan af, fóru aðeins kannski niður á við seinnipartinn á tímabilinu. Við erum með roster, lánerar og annað, skilurðu. Já. En að samaskapi, þú veist, þá mátti ekkert bara búast til því að það sé bara allt í einu endilega búið núna, skilurðu, þú veist. Og þau ert með róteringu á rosternum í gangi, hvort sem það séu góði menn sem eru að koma inn eða ekki, þá það samt alltaf óþægilegt. Og ef þú ert ekki að spila og fyrsta leiki saman, þar sem allt undir og allir að reyna að spila í liðs uppstillingunni og eins og á að gera í keppnisleik, að þá eru allar mannabreytingar óþægilegar. SÚS akkurat öfugt, mikill stígandi og við horfum á þá í síðustu leikjum tímabils og segjum bara, hei, þetta er lið sem að geti bara, þú veist, sem að spila langt fram yfir þroskan sem myndu búast að þeim, langt fram yfir það sem myndu setja á blaði og þeir virðast ekkert hafa verið að gera það út af einhver svona flúk eitt kvöld. Þannig að ég er ekkert eðlilega spennt fyrir þessum leik, af því að þetta gæti líka verið smá svona changing of the guards, skilur, þú veist. Ég myndi segja bara upphafið tímabils, þá hefði ég sagt bara Vega á áskrift af þessum úrslitaleik. Já. En núna? Hver veit, og það það sem skemmtilegt við Counter-Strike á Íslandi. En áður en við förum yfir lið, þá langar mér fyrst að kíkja á einmitt spána sem að landsmenn létu inn. Pick'ems. Þjóðaratkvæðisgreiðslan. Hérna þjóðaratkvæðisgreiðslan og hún 51-49 til til Vega á móti SEUS og 51% til að kíkja í pakkan. Já. Sko, þetta kemur í rauninni ekki óvart út af því nákvæmlega eins og þú myndist á. Vega voru ekki samfærandi í endan og voru með lánera og voru með tvo lánsmenn og Dusty sem margir voru að segja væri svona úrslitaleikurinn hver myndi vinna fyrsta sæti og þeim var bustað í þeim leik. 3 lótur eða? 4 lótur total í best of 3 seríu og Dusty voru bara að leika sig með þá og það var ábyggilega erfitt fyrir Vega-leikmenn sem komist ekki í þann leik sökum bara óviðráðanlegra aðstæðna og það bara þannig. En samt sem áður, leikurinn átt sér stað og þegar við kíkjum tilbaka eftir 2 ár þá var Vega bara ekki mætt til leiks þarna. En það eru breytingar í liði Vega og ég vil fá að kíkja á liðsuppsetningu Vega akkurat núna og þar sjáum við nafnið lengst til vinstri frá IA. Þá VJ komin í hópinn í staðinn fyrir Brian.
Brian getur ekki spila alla leiki, hann bara vinnu og svo framvegis. Hann kemur þarna inn allavega sterkur og þetta nákvæmlega ræflurinn sem að ég gæti ímynda mér að koma í staðinn fyrir Brian eiginlega bara svona best. Toxic, Virus, Sörk og Disco bara hafa spilað nánast alla leiki fyrir utan að Sörk misti þarna einu leik og Virus líka einum. Þeir þurfa aggressívan ræflar, einhvern sem getur opnað út af því að við erum búin að sjá Sörk reyna fyrir sér í einhverju opnum og hann bara betri í leitarandinu. Disco og VJ eiga bara að höndla þetta og eins og Brian og VJ Brian og Disco voru að gera. Mjög mikilvægt að hann eigi góðan leik og ná að kýla sig aðeins á stað strax í byrjun út af því að ég býst við að þeir séu búin að vera að spila í smá fyrir en undanúrslitaleik út af því að hann verður ekki grín. Nei, og þú veist, já, skilur, aftur, hvort sem þú veist að fá góða menn inn eða ekki, mannabreitingar eru alltaf hættulegar. Nú veit ég ekki hversu mikið eru búin að spila saman, en vonandi það mikið af því að það tekur tíma til þess að stilla sig af og það eru þessir millimetrar sem að skipta á milli sigurs eða taps, sérstaklega komin svona langt inn í keppnina. Að því sögðu VJ, Hawkin, reynslu, ætti ekki að láta augnablikið á sig fá og kemur bara væntanlega á stendur fyrir sínu. Ég svolítið að horfa á bara, við töluðum þetta líka í úrslitakeppninni í fyrra. Mér finnst þetta lið svolítið standa og falla með Toxic. Þú veist, hann hefur verið, hann hefur ekki verið slæmur, en hann hefur heldur ekki verið stjarnan eins mikið og við kannski myndum vilja sjá hann stíga upp í einstaka leikjum. En hann sýndi sig í úrslitakeppninni síðast að hann pressu leikmaður. Hann getur staðið í þeim bestu, hann getur átt góða leiki þegar það skiptir máli og þetta einn af þeim leikjum. Og við erum náttúrulega ekki búin að sjá Vega ennþá í þessari úrslitakeppni, við erum að sjá þá núna af því þetta 6 liða úrslit, þannig að Vega fekk frían passa í gegnum 8 liða úrslitin þannig séð. Þannig að ég með svolítið augun á Toxic og ég býst við að allir hinir geri það sem þeir eiga að gera. Svo náttúrulega hinn parturinn bara ef að Virus fer í gang, þá Vega mjög erfitt viðureiknar. Af því að Virus sem yglin, skilur við, hann svona, sem svona central karakterinn í þessu liði, hann á það til að vera svolítið, on-off og þegar hann on, að þá mjög erfitt að eiga við liðið af því að venjulegast þá annarkvort VJ, Kitty Disco eða Sörk eða einhver annan að standa sig til hliðar. Þannig að ég horfi á þessa tvo, ef þeir geta stíð upp þá held ég að Vega eftir að eiga mjög gott kvöld hérna. Ef ekki, þá held ég að hurðin sé galopin fyrir SUS. Já, talandi um SUS, þá ætlum við að kíkja á liðs uppstillinguna þeirra og það engin breyting þar rauninni, nei, Tópar kemur þetta inn, hefur ekki spilað alla leiki, en Blikk, Icy, Rex, Pressi og Tópas og leikmennirnir sem ég vil einblína á hérna fyrir þennan undanúrslitaleik Blikk og Rex. Ertu ekki að grínast í mér hvað Blikk þurfti aðstoð sem að kemur alltaf og hann fær hana klárlega í Rex og ég veit að þetta pink og hyperbolic og allt það en Rex á mörgum svona momentum sem ég búin að vera að horfa á leiki með SUS hefur jafnvel verið betri leikmaðurinn. Ótrúlegt, hann notabenni hann bara í Vega og stóð sér frábæla þar, búin að þroskast og þróa sem leikmaður ennþá meira og þetta strákur sem augljóslega að spila leikinn slatta og með mikið confidence og þetta, mér langar rosa mikið að fylgjast mikið með honum og sjálfsögðu Blikk líka en þegar ég var að horfa á stötsin okkar þá var ég að búast við að Blikk yrði örlítið hærri í stötsinum, vissulega, honum pingu hent til úlfana oft, en Rex, hann hátt uppi þarna líka. Hann rosalega hátt í endrium fyrir liðið sitt og það svo verðmætt að brjóta niður vörnina sem að hjá Vega og láta á að byrja question út af því að SUS spila rosalega mikið pack mentality með Blikk að gera sitt eigið og einhvern veginn að manúvera 3-4 aðrir saman annars staðar á mappinu. Já, mér finnst eftir því sem að líður á tímabili líka þau spila meira saman, það finnst mér vera að koma inn meira set pieces og annað inn í hvernig SUS að spila. En ég alveg sammála þeir, þetta duo svolítið örvar oddurinn fyrir þetta lið og ef annar þeirra feilar eða brotnar í einhverju rondi, þá það oftast hinn sem að stígur upp. Þannig að þeir eiga
þetta svona, þú veist, þeir eru alltaf með 2 kúlur hérna í hverju rándi og svo náttúrulega geta þeir ekkert klára rándin án þess að vera með restina af liðinu í kringu sig og þú veist, fínt að fá Tópas hérna inn en ég að mörgu leyti einna spenntastur fyrir þessu liði af öllum liðum á Íslandi Sammála. út af því hvað þeir eiga mikinn tíma fyrir framan sig og þetta svona einn af þessum hlutum sem að ég horfi á sem sko mögulega erum við hér með hvata sem að hækkar standardinn á CS á Íslandi sem að þú veist, nýja kynslóðin einhvern veginn að rísa upp, sparka í gömlu hundana sem eru búin að kannski koma sér þægilega fyrir í sínu svona dominant stöðum og knýja alla til þess að verða betri. Og þetta það sama við höfum séð gerast í öllum öðrum íþróttum sem að Ísland hefur lagt fyrir sig og orðið gott í. Oft talað þetta, við töpuðum bara 10-0 á móti Danmörku, ég veit ekki hvað langar tími í fótbolta, þangað til við verðum bara betri. Og ég held að við séum að sjá byrjunina þeirri þróun hérna og ég held að allir þessi leikmenn hafandi alist upp í rauninni frá því að þeir eru tiltölulega ungir í CS með þetta stöðuga keppnisumhverfi sem hefur verið hérna í Counter-Strike að njóta góðs að vera að sýna okkur hvað það getur haft í för með sér í þessari keppni núna. Já, fullkomlega sammálaðir en við ætlum að ekki missa tíman frá okkur. Nei. Við ætlum að skella ykkur rakleiðis í vídeóið. Ég er búin að rýna örlítið í gögnin og það sem ég spái fyrir við fáum líklegast Nuke Overpass Anubis. Ok, geggja púl. Út af því að þeir eru að fara að banna Ancient, út af því að Vega ekkert spesi Anubis en SUS eru eins konar specialist út af þessu mid-controlli sem að þú hefur verið að hamra endalist á og þeir eru með rosalega gott take á bæði leinið og með blikkana í ellinu. Þeir eru bara mjög hættulegir. Þannig að bara forðast það og einokra leikinn í Overpass væri bara miklu betra. Hérna fáum við líklegast Nuke pick, bara besta mappið hjá Vega og hafa sigrað vissulega SUS í því áður og kannski ekki samfærandi en 13-9 en samt sem áður bara þú veist gott margin og eru alveg tilbúin að taka það aftur sérstaklega með púli sem eru með akkurat núna og pass pikkað af SUS þetta svona Ancient eða Overpass þeir eru bara þar og þú veist þeir eru eftir að stela annarkvort mappinu þar jafnvel í Nuke mér aðeins bannað að Vega kemur svo sem ekki óvart til vilja ekki fá Brawl í mappið gætu faktískt sé farið í Dust 2 en ég heldur farið frekar í Anubis sem að þannig. Já. Ok, þetta bara ég sá þetta áður, ég hef búin að skrifa þetta. Þetta bara, eins og sé, þetta flott og skemmtilegt púl. Ég held að, þú veist, aftur þarna erum við að sjá þessa tilhneigingu í íslensku liðunum að first picka Nuke. Mér finnst það vera veikleiki, skilurðu, þú veist. Af því að það vilja allir einhvern veginn spila Nuke og ef þú ert alltaf að pikka mapp sem allir vilja spila þá ertu yfir ákveðið marga leiki þú veist, með ákveðið disadvantage sem að tengist því en Vega eru það góður í Nuke, þeim líður það vel í Nuke að þú veist, þeir horfa á þetta sem bara þú veist, ok, við fáum hérna 1-0 okkar hér eiga þá séns í að pikka upp 2-0 í Overpass. Töpum svona 13-1 á móti Dusty. Já. En þú veist, aftur bara, skilur þú veist, hvað gerir þú síðan þegar þú mætir liðið sem bara betra en þú í Nuke, þú veist, það bara eða á sérstaklega heitan dag í Nuke. Þetta veikleiki í mappúlinu hjá íslensku liðum að first picka Nuke. Það eiga allir að elska Nuke og vilja spila Nuke og allt það dót, en þú ættir að vilja spila first picka Nuke á móti liðum sem þú veist að eru verri en þú í Nuke, af því að þá getur þú alltaf unnið Nuke. Þú átt ekki að vera að picka Nuke inn í lið sem eru 50-50 toss-up á móti þér í því mappi. Þess vegna ég hrifinn til dæmis af KBO að pikka Inferno, Dusty að pikka Overpass, SUS að pikka Overpass og jafnvel Ancient margoft eru með ás upp í erminni, ná 1-0 yfir eða eiga þetta þægilega mapp en þetta mappúl lítur mjög vel út upp á svona comfort zone hjá báðum liðum. Já, ég held að það verði skemmtilegt mappúl líka sko. Ég myndi segja, ef eitthvað lið ætlar að fara inn í off-seasonið og gera einhverja breytingar hjá sér akkurat núna, prakkiði þannig að först bannið ykkar í Nuke og horfiði á sigrana raðast inn á næsta tímabili. Ég held það. Hvernig fer þetta? Ég held að þetta fari 2-0
SÚS. Ég held að ungslitin sé að fara að rísa upp hér. Ég held þetta 2-0. Já. Ég segi 2-1. Jói Sæn búinn að henda mér. Hann lestastjóri hjá SÚS. Hann búinn að henda mér á SÚS-lestina en ég ætla að hallast að 2-1 Vega. Það hefur komist að því nú farið að stað hér í seinni undan úrslitaleik. Úrslitakeppni ljósleiðaradeildarinnar 2026. Og Blik hér á sínum skemmtilega uppáhaldstað hérna, minnst það alltaf vera þarna í Kvistól, sér þá droppa niður, veita algjörlega hvað í gangi hérna, en finnur enga fellu, heyrir í VJ droppa líka og það Rex sem mættur og til bjargar, þetta dúo sem við töluðum en Rex fallinn og Blik líka og þeir eru í yfirtölu hér, Presti þá með flankið. Ó nei, Icy, já ok, næra bjarga sig fyrir horn og Toxic og VJ, 2 eftir. VJ á klokkunni, long-range klokkan, gerir skaða en double píkarna frá viðbingu krækir í fyrsta rándi fyrir SÚS. Það var mjög mikið chaos í þessu rándi og mér finnst þess að SÚS hafi hent skiptileiklinum rakliðis í vélina sem að Vega voru að henda hann upp og gerði þeim mjög erfitt fyrir. Já, Presti að kaupa XM, veit hann ekki að Metane Nova, Presti, afsakið. En ég seti spurningin mín þarna ég veit ekki hvaðan Presti kom, hljóp hann út main og komst í bakið á þeim eða hlaupuður út lobby? Held hann hafi komið main? Það var allavega mikið pressa sett mjög snemma og það hlaupið hérna gegn Smokin, Blik, fremstur í blokki þarna, leikmaður fyrir aftan sem aður 1 fyrir 1. Hérna á síðsporunu, Rex með ennþá þar, góð staða, Tópas er aldrei að fara að leyfa neinum að lörka út smoke á rampinum. Ég skal alveg lofa ykkur það. 2 hérna inn í main, algjörlega tilbúnir fyrir allt sem getur komist þar. Þetta er spray hjá Rex þarna, Presti VJ og Presti með Vírus og Toxic, banka 1200. Gá okkur sæta í myndaðinu líka svona. Já, svo þetta. Nova er ekki best. Þetta er orðið svona shotgun hérna, þetta var SÚS döst í úrslitum og það verða 5 Novur á móti 5 XM í einhverju rándi. Minnir samt fólk á það að það breytt CS í gær. Stóra breytingar og við erum að sjálfsögða að spila á þeim patsi. Nú, ég mista patsinu. Þú færð ákveð marga klippur í staðinn fyrir skot. Sér það í höndinu hana, færð 2 klippur, þannig að ef þú reloadar með 29 kúlur, þá missir þú þær 29 kúlur. Ok, stórbreyting. Það er skemmtilegt, Já, minnst það góð breyting svona upp á það allan að prófa. Það er að fara tilbaka. En það er allar kúlurnar notaðar þarna af Rex, krækir í 1 og Blik með Toxic og þetta er strax að fara alveg til fjandans hérna hjá Vega í fyrsta gunnándinu. Já, þú sér líka erfiðu viðuregnar þarna úti, Blik og Rex saman, tvíekið ógurlega að taka á móti allir árásarkirtin sem að koma úti. Sörk núna að labba rampinn, mun finna Tópas þar sem samt vel staðsettur til að taka stuttan fæt og droppa síðan niður. Góð feikar droppið, flassið kemur en Tópas er ekki félagskap meira þarna. Bakkar, tekur bara kontakt, reynir að taka rotatið og fer síðan annað. Þeir þurfa einhvers staðar að koma sig fyrir. Ég er svo alltaf að reyna viðbingu, nei. Þetta er skítut offangul hjá Blik. Low HP og gæti skilað hagnaði. Þægilegt. Hér er það leiðilegt angul að klíra, sérstaklega þú ert að einn hérna að rölda út. VJ, búinn að finna Tópas á rampinum. Gæti hann búist við Rex hana. Nei, gerir það ekki. Lurkar út smókin. Nótur plantað, VJ finnur haus og þarna Vírus sendir þetta 1-2, Blikkalár eins og við sáum í byrjun. Klírar ekki djúpt í angulið og hann gert meira þarna. VJ komið 2. Já, ekki langt frá því að setja þetta í 1-1. Þetta var svona, þú veist, hann var bara búinn að ákveða það að út af því að það pússaði enginn í hann niður þarna þegar hann lét í sér heyra að þá væri enginn þarna. Og það er svona
ákveðu orðatiltæki, it's dangerous to assume. Já. Það er að reyna að gefa sér einhverja staðreyndir, það getur stundum verið hættulegt og VJ fann fyrir því þarna. En það er tekkur og ein digla hér veka megin akkurat núna 3-0 er staðan og Rex er kominn á stóra prikkið. Pressi hættur á vappanum og Rex búinn að taka við því, en niður Secret ætlaði að fara. Rex tekur 1 skot í gegn, brotið smókin og gert góðan skaða á Sörk, en rótiði kemur hérna en það er aðeins of hægt, en pressin er að molla og bakka. Topaz búinn að róta þetta niður, gæti gert góðan skaða hér. Það er einum, en treytað út leið. Vita, þetta er rampleikmaðurinn, þannig að þeir eru konum með smá pláss þar, en þurfa að koma bombunni niður. Hún liggur akkurat núna og Blik með gengi með sér, ætla að koma 3 rampin. Já, hljótaður að spyrja sig af hverju bomban er komið niður langt síðan að veka komið. Niður VJ með frábært skotan á Blik. VJ mættur inn á server, það er nokkuð ljóst. Sörk með pressa, Sörk með Icy. Og það er bara 1 maður eftir. Það er pressan á Rex. Hann kom í höndunum. VJ leikur sig á honum. Smoking komið niður í double door. Þarf að píka hérna upp í gegnum control. Tappar bombuna aftur. VJ heldur inni. Þetta er snirtilegt skot. Rex með klötsið og VJ ekki sáttu með þetta. Hann hélt að væri búinn að gera nóg. Já, og VJ, hann bara þarf að fara að fá einhverja aðstoð akkurat núna, svo eini sem er að gera eitthvað. Ég meina, Sörk mætti þarna og fann 2 hausa með diglunni og þú sér það liti í 1-1 og rándi næstuð í unni þráttur að þetta veri eco. En núna er fullt kaup og Vírus komin á vappan og núna þurfa liðsmenn veka að stíga upp hér og aðstoða nýja leikmannin hér við það að taka til hendinni hérna á server. Heldur betur. Rex aftur á vappa hinum megin líka. Það er Blik sem að spilar aggressíft í off-angle úti fyrir framan rauðagáminn. Tekur fætandi með AK og í Sörk öllítið niður. Nú grensa, double grensaðin í 41 og Molli á kredit líka. Smókarnir fljúa og núna ættu þeir að geta komist niður en Blik nær Vírus í gegn. Það er komið þakki. VJ finnur loksins Blik. Pressi er að koma í bak. Pressi er að koma í bak, hann er mættur upp á Silo og það mun koma þeim á óvart. Búinn að finna 2 þar áður en þeir tekin af Toxic og þeir eru þá, já, ég ætlaði að segja 2 og 3 en Icy með Sörk setur þetta í 1 á 3 hér. Toxic með mikið verk fyrir höndum hér ef hann ætlar að vinna þetta round en Topaz sem mættur í Secret og lítið sem Toxic getur gert fyrir þessu. Gífilega lítið. Þarna á Toxic að vera að halda lobbyinu var mögulega að spila ellin í Rops eða eitthvað svoleiðis, en hann kemst bara í gennum gula. Kemst í gennum gula og upp á þakkið. Veka með timeout hér, 5-0 er staðan og Veka var búinn að sjá til Solar hér, það sem aðeins þessum leik í sínum map-picki líka, Tommy. Já, það er nákvæmlega þannig og ef þú ert Veka-maður þá ertu komin í vesen. Þetta lítur út fyrir að vera vesen út af því að tempóið á leiknum er mjög hátt. Já. Vorum við ekki bara að byrja? Við vorum að byrja og SUS eru mjög góðir í þessu. Þeir henda sér andlið á þér. Þú verður að vinna einfæta. Þeir eru að fara að pussa smóka, grensa smóka og eru aggressífir í rotatorinu sínu eins og við sáum niður 3 strax komnir á rampin að retaka niðri. Sjáum hvað Veka ætla að bjóða okkur upp á hér eftir þetta timeout. Vírus á mökkunni, restin á rifflum. Á Icy þetta frá sér blokkjú til konu með smá fastegn úti en ennþá eftir að finna útileikmanninn sem er Blik, spilar Reyn. Pressi finnur Vírus, þetta var makt hennið. Mólin er Secret. Smókruðibingu en þeir eru að fæta 2 leikmenn, einn í íþrótta og VJ kýr vel, hann er á skotskónum drengurinn. Þetta var glæsið skot líka en Rex með Toxic og Disco fallinn 2 á móti 3.
voru konu með góð frögg frá VJ en fellur sjálft sig. Sörk fellur fyrir pressa hérna, aggressífur út viðbyggingu að leita og VJ kominn aftur á startpunkt 1-3. 1-3, búin að finna opnun í þessu rándi en það hrundi í kringum hann og sama tíma bomban liggur ennþá þarna fyrir utan lobby. Þú veist, Já. ég meina, þó að þeir hefðu náð þessu fóthaldi sem þeir voru að berjast fyrir þarna, þá þarf að róta þetta heilum leikmanni alla leið þangað tilbaka til þess að finna hann aftur. En það fyrsta, It'll be Heaven, hann vappi, hann gæti ekki grunað. Icy! VJ! Icy pirrar út í sjálfnast til þarna. Gæti grunað hann sé að koma svona rætt niður vendin. Getur ekki verið. Og tekur samt fætin og hitti kúlunni. VJ ekki sáttur með þetta. Gerði tilkall af fyrsta rándinu fyrir Vega og þeir verða að fara að fá að komast á skorbortið. Kitty Disco 0-6 núna. Virus 1-6, Sörk og Toxic með 6 frögg samanlagt og VJ þarna 1-9-6. Hann bara í sinni eigin deild, Tommy. Hann áleggur saman hina 4. Hann samt ekki búin að ná honum. Já, það gengur bara ekki. Og það hefur neikvæð áhrif í 2 áttir. Númer 1, það lætur leikmennina sem eru ekki að standa sig vel spyrja hvað ég að gera vitlaust. Og það lætur VJ hugsa, þetta tekur ekki að reyna. Það hjálpir það. Tekið niður 2 HP í sprayinu gegnum smókarna og þeir ná ekkert að svara. Fellan en Virus með 2! Þarna var sjansið þeirra, opnun rampin, Blikk mollaður út en allar að halda angulunu á droppi niður, enginn kominn en 2 rotate. Gott skot hjá Virus, það 3K á hann núna. Hann komin niður, restina af liðinu að stefna upp hér en Icy, hann ekki búinn að kaupa þetta. Hann að leita, hann finnur Kitty Disco hér í hött. Enga munin. En þeir eru 1 að pressa inni núna. Smókin að fara að feita í. Virus lætur þess að heyra að fara þetta upp í Heaven. Þeir hljóta nú að vita Icy, hann eftir hérna inn á A. Toxic droppa niður. Vita Virus upp í Heaven. Já, snirtilegt 4K hjá Virus. Já, og það líka bara það sem þurfti til þess að rífa þetta lið í gang. Núna bara fyrir áhorfendur og okkur, Tommy, þá vona ég að við höfum séð Vega svona komast yfir einhverja hraðahindrun, hrista aðeins af sér slenið hérna og komast í gang við það að vinna þetta ránd. Já, annars voru að fara að sjá ansi fljóta seríu keirast í gegn því að ég talaði tempo, þetta fyrsta rándi sem búið að fá að spilast út því að þeir eru búin að stoppa pussið hjá SUS. En núna, eins og við sjáum oft kannski á móti Dusty, þá ef að SUS vinna, þá leikurinn bara búinn. Þú veist, bara Vega verða að vinna þetta ránd. Móralska tapið við það að tapa þessu rándi það er bara of aggressíft. Sammála því. Það er samt verið að beina spjótum sínum að rampinum aftur. Þeir eru að halda passíft að búast við því að þeir sé að fara að ýta í þá einhvers staðar en hinum megin SUS búin að læra sína leksíu allavega í 1 ránd en þeir eru alltaf að bústa hérna Topaz upp og þeir gætu hitt á tímasendingu og nameplateað því að Topaz alltaf að spila rampin. Þetta var gott skot. Þetta ekki Topaz hins vegar. Ná 2 opnunum. Ná rót þetta rætt niður. 1 kominn niður í vendið hins vegar. Það pressi M4 honum. Fyrir fram á mollan. Gætu ekki búist við þessu en það er búið að smóka af Control hérna. Blikk á 5-7. Sörk agaður þarna. Blikkir að leita en skugginn gefur hann upp. Sörk sér hérna skugga aftur en prífærið hendaði ekki núna. Icy kom með AK á hendunar og hann ætlar að koma sér í burtu út af því að VJ er búinn að halda efnahæginum hjá SUS niðri.
Það bara þannig og það kannski svona stóra fyrirsögnin farandi inn í þetta ránd það að þrátt fyrir það hafa sett saman 6 ránd í röð og þá voru SUS ekki fullt kaup. Já, blikka á 5-7 og Utili vissilega allt í lagi en MP9 á Topaz á rampinum og enn og aftur þá vappin að íta rampin og finna opnanir og þetta gífurlega verðmætt að Vírus sé að hann komið 6 frögg. Ég meina, það 5 frögg í 2 rándum, hann tók 4K og svo opnaði hann næsta ránd. Double opnun á rampinum með vappa og síðan opnun núna aftur á Rex sem að bústa Topaz. Já. Og núna erum við að horfa á spar hér, bara fullt uspuspar SUS megin og líklegast erum við að fara að horfa þá á 6-3 hér. 1 AK. Já, 1 AK, það rétt. Það alltaf sjens. Það alltaf sjens. Já, það vissulega alltaf séns. Gott flass þarna! En Sörk að púsla einhverju saman. AK fyrir aftan hann, gerir góða skaða. Skemmtilegt sko, eru að reyna að beita aggressíva svingið inn í uspurnar. Já. Með AK-inn hann á bakvið. Þetta snjallt. Það eru lög á svona playunum sem SUS gera og það skemmtilegt að sjá það. Hvort það klíri Topaz þarna með einhverju stöffi, það eru mollar og grenur og annað gæti alveg DJ var umsýtt þarna, getur disko klárar hann Rex með Sörk úti. Þetta AK, 2 AK komnir á SUS getur disko pressa og þá eru 2 AK-ar í play fyrir SUS og það gæti alveg að fyrir haldi bara þessum opnum. Já, þeir eru á leiðinni á Terspon rakleis að spara þetta Agat. En þetta, þú veist, aftur 3 ránd í röðu núna fyrir Vega, komið smá svona skriðtungi þeirra megin. Þeir eru T-megin, Tommy, þannig að þú veist, það að SUS séu konum með 6 og 7 til hliðinni alls ekki heimsendir. Vega ennþá góðum möguleika á að pósta góðum fyrri hálfleik, ef þeir enda þetta til dæmis í 6-6 eða meiri segja bara 7-5. Þannig að jákvætt hér, efnahöruna byggjast upp, lifa hér með 4 og hvað gerðist sem að lét leikinn fara að spilast öðru sig? Það var allt í einu bara ekki bara VJ. Já. Allir aðrir stigu upp, við fórum inn yfir stigatöfluna áðan, það var 0-6, það var 1-6, það var 3-6, 3-6, en núna lítur þetta miklu jafnar út. Já, það bara nákvæmlega sem að þurfti að gerast því að VJ var einn á báti þarna í 6 fyrstu rándin og það vantaði bersýnilega einhverja aðstoðarna fyrir hann. Eiga meira að segja efna á því að tapa 1 rándi enn og pósta þetta í 7-5 og þá erum við samt að tala bara mjög góða niðurstöðu en við eftir að sjá T-sætið hjá SUS engu að síður en aftur kaupránd og Vírus með vappan í höndunum en þeir eru aggressífir framan smókana og Blikk komin í góða stöðu til að mæta Sörk. Já, Sörk fekk sjensinn þarna, Blikk var að horfa upp á Silo, Sörk átt að grípa hann en náði ekki að tengja kúlunum því miður fyrir Vega. En þetta er málið. Við erum núna brúið 10 ránd, Blikk ekki búin að spila úti einu sinni. Nei. Alltaf á mikilvægt stað. Vírus finnir Rex og þetta opnar mappið dálítið fyrir Vega. Sökum þess að þeir voru búin að klíra úti og Rex ætlaði að íta í bakið en þá ætlaði strax aftur að kíkja eitthvað annað á Toxic. Nær einu tilbaka, Blikk nær að hörfa en Icy annars staðar á mappinu, nær VJ út og þá voru þið 2 eftir, Blokk, Util á rampinum og Topaz kemur sér betur stöðu, smókur ekki með niður. Kitty Disco svingar inn í þetta, vappi í höndunum á Vírus en Icy kominn í rotatið og 7-3. Þetta er bara 2 opnanir en þarna þetta aggression sem innstimplað í SUS. Við verðum að vera að gera eitthvað á mappinu. Við veitum ekki að bíða eftir hvað þið gerir. Nei, og þetta er eitthvað sem Vega þurfa að átta sig á stundinni. Af því að, þú veist, þeir eiga bara 2 ránd eftir með SUS í CT og þeir geta refsa þessu. Sér það að Vírus stendur á T-spóni með vappan að halda pussun úti það sem gefur þeim opnunina á Rex. Þeir verða bara búast við því að þetta komi allstaðar af á mappinu. Þeir voru hræddir úti leið og Rex lét lífið þarna úti og ætlaði að taka lobbykontról og það heldur betur virkaði með 3 leikmenn. Þetta er ótrúlega skemmtilegt að sjá.
Blik fyrir aftan smók, sörk af sörka lörka. Já, en hvar pressi? Ætlaði að íta inn í þetta, en ákveður að bakka. Vírus í Afríku með vappalínu á reyn, en enginn þar, enn sem komið Einu leikmanni sem í einhverju play stöðu í raun og veru sörk. Já. Þurfa að spila í kringum hann. Tímasetningarnar dansa í kringum sjónlínunar hjá hver öðrum hann úti. Hann var að hoppa þarna bara rétt á hann. Já, þú veist, þeir hefðu geta verið búin að sjá hvernig hann 5-6 sinnum, sko. Já. Þetta alveg... Það sem hefur verið veikleikinn að íta á rampinn og Toxic gæti verið að fara að falla inn í vappalínu og gerir það. Fyrsti fallinn, Topaz fær þá næsta kontakt og Rex með Kidda Disco og þetta bara gott setup á rampinum. Virkilega gott setup og bara vel spilað þar ofan á. Lásu vel inn í hvað Vega hafa verið að gera í gunroundunum sínum. Þeir eru búin að senda leikmenn á rampinn. 15 sekúndur eftir, sko. Já, þetta er búið. Þetta 8. rándið. Vírus nær að spara vappan eða hvað? Ættu aldrei að ná að spretta í áttina á honum. En peningurinn hins vegar ekki upp á 10,5 hjá Vega akkur núna. Og fljótt sem að þetta breytist í Counter-Strike. Já, 3 ránda kafli þarna hjá Vega og svo 2 snögg svör frá SUS. Og bara aftur á bakinu að fyrsta skipti mikið aggression, í annað skipti mikið þolinmæði á rampinu. Já. Ég ótrúlega hrifinn af því hvað þetta maður skilur hvað á bakvið setupin hjá SUS. Þú veist, og þarna setja mann í Afríku með 2 menn til að refsa þegar að sæla og pússa. Pressið með Toxic, Ice með Kidda Disco, Vírus nær einu tilbaka. 2 blindur og þetta ætti að vera stæðilegt. Frakk hérna fyrir Topaz og 9-3 í hálfleik og þetta klínískur CT sigur hjá SUS. Voru með yfirburði allan tíman. Já, og þeim tókst einhvern veginn bara að láta Vega líta út fyrir að vera bitlausa. Já, og einhvern veginn ekki lesa í hvað SUS að gera á mappinu. Nei, vissulega, þeir eru með ábyggilega eitt af hittnustu liðum á Íslandi og það var alltaf svona, það vantaði method to the madness og þarna var það. Já. En fyrsta rándið og það ekki hægt að segja nógu mikið, þeir verða að vinna þetta pistolround Vega. Aðeins neðan að krossa við sörk. Spotta einn út hana. Ekkert flass og blikk. Svinga bara inn í línuna en Vírus og Toxic með 2 tilbaka. Topaz mollar sörkaða það út og hann að droppa. Pressi ætlar að halda ventin á meðan. Já, hann með bombuna, þeir vita að pressa inn í Squeaky. Eitt kominn rampinn hins vegar, VJ. Það eru 2 rampinn og þeir þurfu í rauninni bara að taka bardaðan, þeir vita að pressa að Toxic kemur samt niður. Einhver fætinn í Toxic og hérna Toxic að gerast í risastóran í pistol. Haldi niður bombunni og hvað gerir Topaz? En óheppinn þarna, Vírus á slatta HP ennþá, en séns var þarna hauskúti með Glock. Já, í rauninni sko Vega heppnir að hafa komist upp með þennan fætt. Já. Þú veist, Topaz bara átti að hitta þarna, sorry, þú veist, en þetta ekki langt færi með glokkunni. Það þurfti þarna þessa sekundubrót endurstillingu á miðinu í staðinn fyrir bara að skjóta og þá hefði þetta verið sigraránd. Vega voru ekki nógu fljótir að vinna þennan fætt með við hvað þeir höfðu mikið forskot farandi inn í hann. Þrátt fyrir það, þú veist, ég meina bara no hate, skilur við, þú veist, bara ef við tökum í alvörunni kalt mat þá var þetta ofur langur tími sem það tók Vega að klára hann. Hann að vappa í second round og það kaup á mótunum. Gæti virkað virkilega vel, gæti líka verið
lestaslista. Já, gæti verið það. Smókveggur úti, vappin rótitara upp til að tjekka hvort hann geti fengið eitthvað engul. En hægt og rólega labba þér hérna niður framhjá smókunum. Ef þið séð á mögulega, hann hefði verið upp á reilinu sem hann reyndi að hoppa upp á. Halló! Veit núna að einhverjum hreyfingum í áttina að slíkrið, sörk þann að jumpspota, endur niður smóknum og koma æðast þar í gegn. Nær bara einum en gerir góðan skaða og VJ sópar það upp. En skilur Rex einan eftir á móti 3 og Disco. Hann nær að púsla saman fraggi og þessari hættu frá í þessu Force-kaup-rándi. Já, Pistol og annar ránd komið hér í höfn fyrir Vega og gamli góði checklistinn. Það búið að checka fyrstu 2 boxin. Ætlaði einmitt að minnast á hann. Gamli góði checklistinn. Hvað næsta checkmarkið? Næsta checkmarkið að vinna íkóið, anti-íkóið, já, þetta ránd. Og svo það að vinna fyrsta gun-ránd. Já. Og þá ertu komin á ansi góðan stað. Þeir eru samt í sleppri stuð. Já, þú veist, eftir það myndi vera spar og þeir vinna það. Þeir eru samt í 9-8, sko. Já. En það er svona, þegar þú tapar fyrirháleik 9-3, þá þarftu að vinna þig upp ansi stóra brekku. Það var snirtið skotana hjá Sörk á blikk. Degla tekur höndunum honum, en skal ekki vanmat að Deglunar geta skotið frá sér. Sannarlega ekki. Það er bara spurning hvort að díselvélinn Vega sé farin að purra. Þetta verið. Pressi nær einum. Swingar inn í pressa. Hann Toxic finnur frakkið vissulega. Á tvísýnt á tímabili þarna. Minnst eins og að senda VJ á rampin sé svona, já, gæti nýtt fraggirast annars staðar, en kannski líður hún bara ágætlega þar. Gott skot þarna, saman tíma af Rex fyrir VJ, Vírus klárar þetta, lifa með 3, mikilvægt fyrir efnahinn hér frá Vega. Þeir þurfa á hverjum dollara að halda hér inn á server til þess að, já, fjármagna þessa endurkomu. Já, vissulega, og það er næsta checkmark á checklistanum, en þá kemur stæðsta prófraunin í smá tíma. Það eru AK-47 í höndunum á þessum 5 leikmönnum SUS og gott Util á bakvið þetta. Naviveggur brotin í skurhörið. Next tekur Navi. Skada. Sörkarna leið, vita hvað hann er niður komin. Blikk er algjörlega óhrættur að kíkja á þetta. Sörk með gott skot á Blikk en æsli með rífraki og það er það sem skiptir höfuðmáli. Vírus að leita og sá einn leikmann inn í íþrótt og hann er vita að þeir eru komni langt. Frábært skot frá Sörkarna og synd fyrir Vega, hann skildi ekki komast í burtu lifandi. Vírus er í hættu, hann er í stór hættu hérna. Já, pressi, hann gæti virkjast hvenær sem er. Það er rauninni á nokkrum stöðum á vappinu sem að Vega gæti verið í vandræðum og það þarf bara 1 að falla með SUS og það er flóðgáttin opin. Disco niðri að valda það. Rex kominn út í skurhurðina. Pressi gæti verið í lörki. Þetta er svo ótrúlega hættulegt. Þetta heldur Vírus frá því að geta fókusað á vörnina inni. Hann er að falla hér. Gerir það. Þeir eru komnir út ískur. Toxic er í vesinni. Nær einum. Takkar hana niður. Og gerir sér stóra ræni. Og Rex einn eftir. Upp á gula. Disco ennþá í vendinu. VJ er lág. Þetta er svo hættulegt. En Toxic gerir sér svo stóran þarna aftur á defaultinu. Risa stórt Tommy og þetta er það sem ég talaði fyrir leik. Hann er pressuleikmaður. Mér finnst hann lifna við í þessum pressuleikjum og aðstæðum og hann sýndi það þarna og enn eitt checkboxið komið á checklistanum góða. Þá er það að vinna næsta anti-ego og við erum komnir í 1 ránda leik og vörnina líta vel út hér framan af frá Vega.
mjög vel, voru dálítið spreddar þarna í þessu gunnáti sem ég var dálítið hræddur við, en ná að standast það, pressi æðir út hér, en það eru 2 frökk í röð sem falla með þeim, en ennþá leikmaður á lífi, Toxic lifir, en ekki lengi, Grensan er góð, en hann næri ekki að nýta sér það alveg nóg vel og það er inni rush sem að virkar. Þetta var snildar eftir Topaz, skýtur byssuna hana til að fá hana niður. Já, hratt ránd, smá tempóbreyting og Vega falla fyrir því og peningurinn ekki í góðum málum. Sjáum það að Sörk er á deglunni, restin vissulega á rifflum, en vel spilað og bara svona sjokk en ránd þarna frá Flús sem að kemur Vega algjörlega í opna skjöldu og spilkvöldir haldi þessu tempó uppi, þeir að fara hratt hérna á rappin og gera það. Víci, hann er fallin, rappin er galopin og það er Vírus sem að reyna að svara og hann gerir það, finnur Rex. Það er komið niður í single og þeir ætla að challengea snemma hér, en það er bara dígul þar á Sörk. Icy með flott skot þarna á Kita Disco sem að koma í rotatið með OK. Icy, þetta er Icy round. Já, það er æsingur í því allavega. Vita hvað Sörk var rétt á hann með deglu í höndunum í single. Þurfa ekkert að hafa fyrir þessu 4K á Icy Spicy. Þetta er þetta kaos sem að Sús geta skapað að því virðist bara að vild, Tommy. Og þeir þrífast í þessu kaosi. Þrífast í þessu kaosi og þú sást það líka þarna að Víci var engan veginn tilbúin, bara nákvæmlega eins og leikmennir sem tóku við innur þessu náðan, engan veginn tilbúin í þetta. Herru, þeir eru að rössa rampinn og þeir eru að rössa inni. Þetta bara kemur með opna skjöldu. Já, bara 5. Þú veist, það var engin eitthvað að halda flanki. Þetta var bara, jæja, allir saman nú. Og hérna er Vega að taka erfiða ákvörðunina sem að sjálfsögðu verður að vera því að þeir eiga ekki séns ef þeir kaupa hér. En þeir eru að hleypa Sús í sínu map-picki í 12. rándið mögulega, nema þeir eru að fara að gera eitthvað stórfenglegt með uspu. 4 uspur og 1 P2000. Ætli þessi ekki bara veðja á þeir rössu inni, þeir rössu rampi, núna rössa þeir úti og það er Nate það úti. Þeir fá 2, mögulega 3 til sín þar. Grinn að fljúa, geta ekki gert skaðan. Gera ágæti skaða en ekki nóg. Enga fellu. Ekki enn sem komaðinn allavega og Rex Pressi og Blikk með 1 hver. Þá fer hver að vera síðastur að finna frökk. Icy næstur og það er bara Topaz sem eftir að krækja sér 1 fellu. Þá til að við fáum Team Ace. Ég held að Topaz sé með þess að bíða eftir honum. Hann er upp á viðbyggingunni og það er Team Ace. Allir með 1 fragg. 12-7 og það er langt í land. Já, Vega ætla að ná sínu map-picki og þetta er byggt út frá mjög góðum CT-hálfleik og er að púsla saman þægilegum rándum þær megin. Fimm ránd í röð hér til að knýja framleikingu, þurfa að Vega að finna og gerðu það framan af hér í hálfleiknum. Náðu að setja saman þó nokkur ránd en þrautinni þyngra að gera það hér með efnahæginn líka komandi bara búin að vaksa bara öllu valdi Súsmegin þegar að kaupa 3 ránd á þess að þurfa að spara 4 ránd mögulega. Þannig að þetta þurfa að vera, já, þetta þarf að vera ansi þétt vörn hér frá Vega eða ætla að knýja framlengingu í þessum leik. Fullkomin vörn. Má ekkert minna. Íris droppar þetta niður. Þetta er þreföld opnun. Já, þetta var bara frábært stöpp þarna. Kitty Disco einhvern veginn lætur að virka verið í stigunum, finnur pressa en það er ansi langt í land. Þannig að 3 í HP og þeir eru 2 á 4 hér. Sús fyrir sigurinn hér í map-pickinu hjá Vega. Í spyrja reitt niður og þá er bara 3 HP sem skilja 1-0 af. Og Kitty Disco er að krækja í 1 en Rex heldur línunni.
Molli kemur og 13-7 sigur SUS Núk mappikið hjá Vega bara bustuðu þá. Þú veist, einfalt orð til að nota yfir þetta en ef við greinum leikinn örlítið og notum ekki bust í því City hálfleikurinn hjá SUS leit mjög vel út. Þeir voru með hugmyndir, þeir voru að nýta Blikk og Rex mjög vel og voru að nota pakkið til að íta inn lobbyið, ítrekað, íta úti og búa til pressu á mappinu og finna einhverja glufur og þeir voru alls ekki hrættir við að taka fætana eins og þeir pússuðu 3 gennum ískur, 1 gennum gula inn í lobbyið bara til að svona, ok, við þurfum eitthvað hérna, við erum ekki að fara að leyfa þeim að koma til okkar. Þetta svona, þeir eru ekki að fara að leyfa leiknum að koma til sín, þeir grípa hann. Já, en þeir gerðu líka hitt og það svona, þú veist, ég talaði það eftir rándið þar sem það það sem vinna rándið í rauninni á því að pússa úti, pússa inn í lobby ég sagði, já, Vega það bara að refsa þessu, þeir þurfa bara að sitja tilbaka og svo strax rándinu eftir þeir vinna það með að hanga aftarlega í setupi á ramp þá getur þeir fá Vega inn í sig og það kannski þessi breytanleiki og ófyrirsjáanleiki sem að var að gera Vega erfitt fyrir á CT-helmingnum hjá SUS. Blikk spilaði aldrei sömu stöðuna úti, við sáum aldrei sama lúkki tvisvar, það var alltaf verið að gera eitthvað nýtt. Það sem við sáum kannski oftast í þeim hálfleik var Tópas að spila á reilinu, á rampinum, en þegar hann fékk kontakt þá spilaði hann mismunandi úr því, stundum droppaði hann niður, stundum feikaði hann droppið, stundum var hann með mann með sér, stundum var hann ekki með mann með sér. Þannig að það mjög erfitt að leysa púsl þegar þú ert að breyta púslinu í hverju einasta rándi og það það sem að mér finnst SUS vera að gera sko bara á svona svipuðum kalibur og við sjáum Dusty gera það. Þú veist, þetta bara, það ekkert munstur þarna fyrir þig til þess að ráða í og þú þarft að, til þess að vinna þannig hlið, þá þarftu að taka í rauninni hvern einasta hlut með util, með einhvers konar set piece, með einhvers konar prefire, með einhvers konar treyti og allt annað bara refsað og kæft í fæðingu. Og það held ég, þannig sem þeim tókst að láta Vega líta út fyrir að vera bitlausa. Út af því að ef þú labba bara út rampin inn í þetta setup sem þeir eru með þá bara deyrðu. Ef þú ert bara 1, kannski 2 þú þarft að vera með 3, jafnvel 4 með þér eða þá þú þarft að vera með flassið sem að blinda einhvern og þú þarft að poppa þarna út þú þarft að setja þetta einhvern veginn upp eða þá þú þarft að pótekstur annars þar á mappinu þú þarft að fá einhverja hreyfingu úr þeim, úr þessum stöðum veist, og þetta eitthvað sem Vega bara var ekki að gera á T-hliðinni sinni og svo sjáum við á T-hliðinni hjá SUS þegar Vega fara yfir byrja mjög sterkt með vörnina svo hvað gerist? SUS sagði bara, heyrðu, rössum bara búum bara til kaos, þeir rössa inni þeir rössa rampin og þeir spila bara high tempo CS og svo lokaði leiknum með fallegu setpísi inn á A þar sem þeir kasta 3 mollum, flössum, grenum Forsa vírus að droppa niður hann droppa niður í 2 molla stendur ykkur eldhafi, 3 opnarnir komnar rándið búið þeir sýndu okkur breitt í þessum leik Já. sem að lofar virkilega góðu fyrir þetta lið og ég ætla að leyfa mér að segja lofar ekki góðu fyrir Vega farandi inn í overpass ef að þeir geta komið með sömu breitt inn á server í overpass og þeir sýndu í núk. Það nákvæmlega sem langar að hamra á út af því að ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hversu óþægilegt það að spila á móti liði sem er þessa breitt. Þeir þurfa alltaf að vera að fylgjast með bakinu sínu. Þeir gætu pússað í andlitaðir með mjög hittna gauðra, bara hvað og hverju. Þeir gætu líka bara stikkað aftur og þá er það að finna, ok, hver er vappin niðurkomin, ok, gerum bara eitthvað sem að okkur hefur fundist þægilegt að fara bara rampin, finna opnun, nei, þeir eru búin að reikna það út og þetta var bara klínisku sigur þarna í mappikinu á Vega og nákvæmlega eins og þú segir, þetta er ekki gott fyrir overpass. Nei, og overpass er líka sko þú hugsa núk, hvar ertu oftast að berjast map control? Oftast að berjast map control úti. Þú ert í rauninni ekkert með eitt annað svæði sem að svona up for grabs, skilur við, snemma í rándinu sem þú getur gefið og rándið ekki bara sem í búið. Jú, stundum endur á því að berjast lobby, stundum endur á því að berjast rampin, en það svona, þú veist, ég ætla að fara að gera þetta. Þetta svona svipað og í Inferno, þú veist, að berjast mixið eða berjast banana, þetta eru meira framalega stöður. Overpass öðruvísi. Overpass með þessi stóru, svo semi-hlutlausu svæði. Þú veist, balloons, toilet, fountain,
short á B, longið, þetta er allt konni, þetta er allt staðir sem þú þarft að berjast og taka áður nú kemst inn á sæt og ef að SUS voru að ná að setja svona mikla pressu með svona lítið af combat flötum, hvernig ætlar að bregðast við þeim þegar þeir eru allt í einu farnir úr því að vera 2 combat flötir yfir í 6 og þú veist aldrei í hvaða 6 þeir eru að fara að koma hérna. Þetta verður erfitt. Þetta verður áhugavert, en MVP í þessu Nuke mappi? Herri, ég ætla að henda MVP á Icy. Ok, já, skemmtilegt. Mér fannst að hann vera bara virkilega proaktífur, var að gera skemmtilega hluti og með skemmtilega stöður. Þeir voru allir háir, þeir skiptu frökkunum mjög svona bróðulega á milli sín, en Icy átti þarna sérstaklega í þessu kaotísku rándum að þá sýndi hann af hverju hann var einu sinni kenndur við það að vera svolítið spicy. Það nákvæmlega þannig, en við eigum ennþá allavega 1 mapp eftir. Eru SUS að fara að sigla sigri heim og fara í úrslitaleik á móti Dusty og klára þetta í Overpass? Við sjáum það eftir örskamma stund. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann kerir 24.000. Það er alveg góð standi, sko. Ættir að draga hann. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er ABLT27. Já. Fokk, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10s, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið um mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.
Velkomin aftur, það uppsett í, við skrifum handriti fyrir þetta og þetta var ekki handritinu því að Vega Dusty var svona finalin sem flesti voru að búast við en þetta SUS line-up akkurat núna eins og þau voru að spila Nuke og mögulega að spila Overpass því að við erum að fara í Overpass, map picki á þeim. Þetta mjög spennandi og þetta nákvæmlega eins og þú varst að tía upp að þetta eru ungu hungruðu leikmennir sem eru að grænda, þeir eru að setja tímana í þetta og það var að skila sér nákvæmlega þarna. Þeir voru með allt under control, þeir voru með, þeir stjórnuðu tempóinu, þeir voru með rétt svör og þetta kætir mig að við séum að fara í taktist map og Overpass. Þetta erfitt að executa það sama eins og í Nuke og það, ég er spenntur að sjá hvað að fara að koma og sína okkur þetta. Algjörlega sammála því og ég held að sama hvernig þessi sería fer, ef að SUS vinnana eða Vegana og koma tilbaka og vinna núna næstu 2 möp, að þá held ég ef þú ert Dusty, vitandi það að þú sett komin í finalinn, að þá ert þú að sitja heima og hugsa, ok, við erum annarkvort að fara að mæta liði sem að sýndu okkur þessa frammistöðu í Nuke og klára þetta myndi ég halda í Overpass eða þá að við erum að fara að mæta liðinu sem sýndi þrautsegjunni að geta komið tilbaka á móti því liði og list það. Bæði tilfelli þýða það að þú getur ekki slakað á næstu 2 vikurnar og ætlast til þess að bara sigla einhverju heim. Þannig að já, lofa virkilega góðu fyrir finalinn. Við erum náttúrulega að fara að spila úrslitin saman í húsi upp í NLG 28. mars og við hvetjum alla heima fyrir til þess að koma og láta sjá sig. Það verður gaman, það verður Pre-Fire meistarinn í boði Red Bull. Ég er búin að kíkja í þeim app. Já. Búin að kíkja. Hvað gerður tíma? Hann ekkert góður sko. Nei. En þú veist, ég er ekki Pre-Fire maður sko. En þetta verður skemmtilegt. En heldur þetta farið 2-0 hérna? Já. Ég held það. Ég held að Vega komið tilbaka. Ég held í vonina og bíð ennþá eftir að fá að drekka eplasafa í sturtu. En það SUS map-pickið Overpass sem að kemur hér. Vega byrja að sýta í meginn og þeir ætla ekki að sýta á sínum. Þeir ætla að pússa þetta út 5 og sjá hvort það fá eitthvað info strax. Tökum við til því, það enginn á B-sætinu. Og það ekki markvörðurinn frá Tyrklandi. Nei, enginn á B-sætinu, það bara þannig og SUS fá það hér algjörlega gefins. Já, Sjöfn komin inn í Keflavík en Pressi bara klírar hann. Þetta var bylmingsfast kjaftsögg þarna. Já, og ég meina, Tópas mjög erfiðri stöðu til þess að díla við og Toxic finnur fyrir því. Pressi búin að taka við Keflavík, Vírus fallinn og þetta yfirvegað og þægilegt pistól. Þeir ekki að fíblast, þeir ekki búin að missa HP, Óli. Nei. Fengur náttúrulega frítt. Þeir ennþá með 100 HP. Það náttúrulega rosalegt kitti sko, Pressi að koma þarna baki á hann, þetta nýman. Gerir það svona bara til að bæta grán á svart. Og SUS næstu því flawless, þeir missaði neitt leikmann en næstu því flawless pistol round og þarna, þú veist, ég meina Vega þurfa að gera eitthvað og þeir gerðu eitthvað í þessu roundi, það bara því miður var ekki þetta eitthvað sem þeir þurftu. Já, það nákvæmlega hannig. Ég meina, þegar þú tekur sjensin og segja, hei, ok, við bara gefum B og spilum það bara retake og við reynum að finna eitthvað fountain, að þá ert alltaf að setja sjálfa þig í erfiðari stöðu heldur en ef þú ert með advantageið á því að vera að taka á móti fólki inn á sætt. Þannig að, þú veist, þetta bara köstuðu teiningunum og því miður fengu Snake Eyes í þetta skipti. Þetta Toxic með Diglun hérna í playgroundið, Blik, hann ætlar ekki að fíblast hérna, hann ætlar bara að taka djúpa línu. Svo pirrandi fight fyrir báða aðeila, sko, þeir eru báðir alveg bara okkur ég ekki hitt hann! Blik hefur betur að lokum. Já, með fleiri kúlur. Já. Svo fyrir minni svartleikmanni Tópas var að kasta Util á meðan. Þannig að þetta frí, Sörk hins vegar nær einu hauskoti Challenger Rex en hefur ekki betur í því einvígi. Vírus núna þarf allavega einn að halda sér á lífi og gerir það. Nær að halda sér á lífi en Rex komin út. Monster gæti verið að leita á honum. Vírus ekki búin að breyta neitt svakalega
Pósu. Vírus, sendir í deitnum út einum. Hann lár samt sem áður. Hann ætlar að bakka yfir. Mér finnst það skemmtilegt ef hann ákveður að fara alla leið upp. Rex veit að hann þarna einhvers staðar í kringum Keflavík og þegar hann sér að þessi smókur farinn og hann ekki inn á sæt og þá... Þetta var snirtilegt hjá Rex. Gerði þetta vissulega dýrt, en það 2-0 fyrir SUS og það það eina sem skipti þá máli. Já, þetta var eins gott og rándi gat verið fyrir Vega á þess að vinna. Já. Þannig að þeir ná að halda efnagnum svona aðeins niðri, kæfa hann svolítið í upphafi og fá tækifæri hérna. Ég er bara steinhissa á það að það sé ekki fleiri nófur í umferð. Við áverum svona fullkomlega hreinskilin, Vírus með 3 og 3 sko, en bara hann ætti vappa í næsta rándi. Príma nófur territory sko. Já, algjörlega. Hann ætti vappa út vappi ef hann eisa með nófur sko. Já, það bara nákvæmlega hannig. Gotta spend money to make money, sagði maðurinn einhvern tímann, en Presti opnaði hann á Toxic VJ með skítuskot á Rex. Það var snirtilegt. Með Uspu ætlaði að ná þarna í einhverja byssu en Blikk heldur ekki. VJ þingir ekki þarna, fær tækifæri á móti Blikk. Tópas hér tilbúinn til þess að refsa þessu rótiti. Rótit yfir á A-sætið því að þar allt aksjónið en þá eru SUS að hverfa frá því og ætla að sækja á B-sætið. Þar Sörk með degluna sína og að fara að fá félagskap. Já, hann eignast allan að 3 nýja vini hérna. Veit ég hvort að Sörk vilja vingast við það sann sko. Nær einu. Sko. Þetta líka svona litlu hlutinni sem að mér finnst SUS gera svo vel einhvern veginn. Þeir spila svo fluid saman. Já. Þú veist, þegar þeir flæða inn á sæt, það aldrei einhverju tveir sem fara á sama stað eða sama sko stíg, skilurðu. Þeir splitta alltaf, þeir eru alltaf einhvern veginn að koma að þér frá mismunandi hornum, frá mismunandi stöðum. Ef þú reynir að fela þig bak einhvern vegg, þá kíkja þeir á þig báðum megin. Og það ekki einhvern veginn, þú veist, alltaf 2 eða 3 sem að hlaupa bara sömu línu inn á sæt og secure hann þannig. En svona eins og að horfa á vatnflæðin á sætið. Þetta fer í alla króka. Já, góð líking hérna. En Vírus, hann byrjar að opna þetta allan á Blikk sem ágætis leikmaður til að ná þarna fyrst, en VJ nær einum, treytað tilbaka. 3-4, aggressífur á stjórti, Toxic nær ekki þessi stóran. Enn og aftur, spottaði þarna Icy aftalega hjá tenginu og þá vita allan hvar annar af hinum 2 niður kominn og ætti að sjá hinn hér. Nei, félaði jumpinu. Ætlar ekki að prófa aftur. Þetta lúmsterfið. Já, ætlar Icy ekki að prófa aftur. Þetta lúmsterfið topp sko. Þetta eitt af uppbóls hoppbónum mínum sko. Það það sko. Ég var miklu betri að taka eftir í Grendi samt sko. Meiri airtime. Tópas og Icy hér. Þetta svona típist ránd sem að... Já, getur sko bara með spreyta á því. Þetta svona típist ránd sem að bara, ef þú værir að horfa, ef að SUS væri döst í þannig, þá hefur verið bara í haustum að að Dusty eru að fara að vinna þetta ránd. Já. Og það er kannski svona eini stóri munurinn sem ég sé á þessum liðum. Það að sko, það sem Dusty gera betur heldur en allir aðrir einhvern veginn að komast tilbaka úr þessum sturlurándur sem þeir eiga möguleika í. En Vega gera það sem að þeir þurfa að gera þarna og loka þessu rándi eftir flotta opnun frá Vírus. Og já, hvað gerist núna? Vírus aftur aggressífur á miðjunni með vappan að leita einhverju, Blikk þar bak smók. Allt á eldi í tengi og í millitíðin að vörnin að hörfa í burtu. Senasta kaupið sem að SUS eiga hérna fyrir spar, þannig að Vega gætu verið að tryggja sér 2 ránd eða sigra þetta. Já, nema SUS röss eitthvað. Nei, hvað er mættur? VJ jumpspottar hérna. Mjög díföld fyrir leikmanninn á A að vera í nákvæmlega þessari stöðu. Þeir eru hægt og rólega að koma sér framalega á klósettinn. Eitt smókur flýgur.
Annar smókur flýgur og hér ættu að taka á rás þegar þeir blúma. Vírus með fyrsta. DJ gerir sér stóra, nær 3 þarna. Nei, Vírus fylgjaður. Hann er einum tilbaka en hann ætti að vera fallið hérna. Ákveður að býða fyrir rótitinu og já, hann ætla bara að klára þetta sjálfur og Rex skilur ekkert í þessu. Já, Vírus og VJ með frábæra vörn þarna og Sús ná ekki að refsa því að þeir gefa þeim þetta framalega kontról inn í toilets. Já, þetta er tvöfalt vaff-vörnin á A. Já, vaff. VJ og Vírus, name a more iconic duo. Peter og Tony. Já. Delli og Detonate. Þeir eru góðir. Mollin kemur hann að loka fyrir playground. Skemmtilegu Molli. Það er bara hlaupið í gegnum hann. Þetta er bara pistisbar og tempo is the name of the game. Æsi kemur hérna í gegnum Konna að leita einhverju upp. Konna hér. Restinn straujar 5-una. Já, heldur betur. Straujar hana. Gæti verið að lenda líka á frábæru. Og við vissinni. Og rætt kúlurnar. Þetta er svo skemmtilegt play að hlaupa að það með P2 að spreyja í heimsmúkinn. Þessi digla er ekki búin að taka VJ nýr í ekkert hápjö. Þetta er eitthvað spam. Vírus, þreyttur á þessu. Slæðir stórar prigginu hann niður og lokar þessu. 3-3 er staðan og Vega. Já, þeir ætla ekki að gefast upp án þess að berjast í það minnsta. Já, það er oft talað að óupassi vappamapp, ekkert vappa, engin vappi á Sús en hinum einn, þar er stóra græna prikið komið á Vírus og hann er að sigla inn fröggum 9-3 á honum og þetta er klálega leikmaður sem að þarf að láta til sín taka hér í óupass sérstaklega. Já, við sáum áhrifin sem hann gæti haft á leikinn í Núk. Og hann opnar hér enn og aftur, finnur blikk. Gæti við þessinni. Hakkið heyrist og rífrækið kemur skömmu setna. Plastið. Það er gott fyrir fyrsta. En Toxic með 2K og þetta ætti að gera út rándið. Gerir það. Frábært stettifannna hjá Vega og bara gerir þetta vel. Þeir eru aggressífir á réttu stöðunum og finnst þess að við séum að sjá svona smá kaflaskil í því hvernig Vega er að spila. Þeir virðast vera aðeins öruggari í fætunum sem þeir að fá núna og Sús eru ekki eins tilbúnir. Þannig að spurning hvort að þetta sama sem að ég talaði fyrir leik, þessi mörgu hlutlausu svæði séu að spila frekar með Vega heldur en Sús eins og við höfum kannski búist við fyrirfram. Þeir þurfa að finna vappan og vappin er að finna frögg þannig að það er mjög góð sviti allan fyrir Vega. En Sús með tactical timeout þurfa að reikna út hvað þeir geta keypt sér hérna til að eiga gott kaup, eru með fullan loss bonus og þurfa að fara að ná niður sprengjunu núna, eigna smá auka pening. En eins og talaður í senasta fyrstaróndi, tempo, name of the game, tekkur og fullt af util. Þetta gæti verið frábært og gæti verið hræðilegt fyrir efnahægni Sús. Já. Sökla hann á vopnum á milli og tekkur á 4, diglur á 1 og eins og við segjum fullt af util. Fullt af util og það er alveg greinileg hugsun á bakvið þetta, tekin ákvörðun í timeouti. Og síðast ef við sáum að taka einhvers konar, æft take, þá var það síðasta rándið á Núk. Það er búið að skilja eftir stöffarna fyrir pressa og þeir vita nákvæmlega hvað er að gera. Þetta er eitthvað beint upp á glósubókinni. Vírus í 5, þeir geta einangrað báða leikmannina á A-inu. Tímasetning. Vítið ekki endur búin að sjá neitt. Nei, þetta er nákvæmlega þannig. En þeir eru að horfa inn á sætið, gætu reikna með þeim örlítið og seint. Ó nei, þetta er nákvæmlega það sem má ekki gerast. Ég fíla þetta bara frista þarna í
bara, ég myndi bíða lengur. Þetta eru sömu smókar og Blikk kastaði í gunrondinu. Það sjá hvort það geta... Við gera það að þeir bíða lengur fyrir að reyna að selja það að þeir séu að fartin eitthvað annað. Þeir eru ekki að kaupa þetta. Nei. Enga veginn að kaupa þetta og rótita Toxic yfir. Hann er þetta bara með eitt flass í höndunum og það er slatti af view til eftir á VJ. Á grensu og flassan þá. Vírus má finna einn, hann er fallinn, VJ með næsta, VJ með 2. Rex svarar, Toxic búinn að finna Rex og það er pressi 1 á móti 3 hér. Maðurinn sem kastaði stöffinu, hann er svo einu sem er eftir og hann er fallinn. Mér finnst það virkilega skemmtileg pæling hjá SUS. Vega bara, þeir voru ekki að kaupa þetta. Það er bara... En þá setjum ég líka spurningar kannski, sko, ef þú ert svona viss í þinni sök, af hverju var engin, þú veist, töldur ekki þörf á því, en af hverju var engin að kíkja shortið niður á B, eða, þú veist, reyna að finna info út monster, eða gera eitthvað annars þar á mapni? Já, vissulega. Tóku smá gamble þarna, Vega, út frá þeir áttu ekki rosalega mikið info. Þeir stáðu bara 1, sko. Já. Og svo kemur ekki eftir 30 sekundur. Vírus heldur áfram! Þetta er risastór leikur hjá Vírus. Þetta er grensa á Sörk, eða ekki? Já, double grensa á Della og þetta er geggjað. Útshjóttið, æðaðir og Kid Disco nær bara einum. Toxic gerir þessi stóran samt sem áður nær 2, nær 3 þarna! Með smá hjálp frá VJ. Og Rex getur ekki annað en haldið haus sér. Þetta er að renna þeim úr greipum. Já, geggjaði greinur. Já. En eftirfylgnin ekki nógu effektív. 6-3 hér fyrir Vega og SUS í bastli með að brjóta sterka vörn. Vega hérna í mappickinu sínu. Geggjað hold hjá Toxic en enn og aftur eins og bentir á Vírus að finna opnun. Hann er að veikja liðið strax í byrjun og það er svo erfitt að eiga við það. Og þetta er það sem hann gerir svo einstaklega vel þegar hann er komin í tempóð á leiknum. Þurfti kannski bara einn uppbytunarleik, tap í núk til að kveikja í gömnum klæðum. Hver veit? Já, ég meina IC og hvorki IC nýja Blikk, nýja Rex er að reyna, er að ná að hafa einhvers svona teljandi áhrif á þennan leik. Þeir eru ekki að finna fröggin, þeir eru að falla snemma og þá oftast í bardaga á móti Vírus. Hann er að fara í réttar línur og er að vinna fætana og þetta er bara svona Vega að bjóða okkur upp á virkilega skemmtilega vörnina þar sem að SUS er ekki að ná að lesa hvar má búast við þeim. Þeir takkast yfir hérna í tengi. Pressi með skoti á VJ en hann er undir pressu, nær hins vegar einum, nær 2 og gerir sér stóran en Kid Disco inn í 5-unni fellur. Vírus komið línu og þeir verða bara að sækja 5. Rótitið komið samt tilbaka, báðir í 5 komnir langt, Rótitið komið á tunnur. Flassið, ekkert spes og Toxic nær að leysa úr þessu einstaklega vel. Já, sérðu peningin, Toxic situr bara í 16.000. Já, þetta er mjög hættulegt. Kitty ætti að selja byssuna sína og Toxic ætti að droppa á hann, sko. Bara skiptir ekki eins og máli, það eru 2 ránd eftir. Það er rétt. Það er rétt. Skiptir ekki máli og já, þeir náðu pistol, náðu að konverta með smá herkjum, vissulega, voru einu fraggi frá því að tryggja sér degluránd, en síðan þá hafa þeir ekki séð til sólar. Þetta hefur ekki verið close einu sinni smá. Nei, og bara, kannski þvert á það sem maður bjóst við farandi út úr núk, þá eru Vega búin að virðast óhagganlegir hérna í vörninni. Skulum samt ekki gleyma því að Overpass getur verið mjög city-slætið map. Toxic er að opna frábæra vörn aftur á B-inu. Kid Disco, honum innan handar. Hvernig nær hann einum þarna? Þetta er bæði Rex og Blikk. Já. 2 á móti 4 en Toxic er að liðast í sundur hér.
Vappaskoti loksins feilar en Toxic er ekki hættur. Hvað í gangi með þennan? 14-3. 14-3, Tommy. 12-4 á Vírus líka. Þessi tveir leikmenn samanlagt búin að fella 26 og deyja 7. Þetta er bara fáraleg statistik. SUS, wow. 9-3 Toxic er bara búin að falla í fyrstu 3 rundum. Það er bíl. Hann er ekki búin að deyja síðan þá. Það er algjör bíl. 8-3 gæti stendi 9-3 en það er hækka tempo beint inn í gegnum Monster, gegnum Molla. Kaosið sem hefur virkað fyrir það á hinga til en gerir það ekki núna. Kitty Disco með 3K. Vá, þetta er allt. Nei, Kitty Disco með bara besta floss í heiminum. Hann var að assista át allt. Þetta er allt annað lið en sá með Nuke. Allt annað lið. Og mögulega, hugsanlega, kannski þurfti bara aðeins að hitna yfir mönnum. Þess að sjá að pressan er á. SUS eru komnir til að leika og Vega ætlar að mæta. En þá skiptum við helming og eins og þú nefndir þarna í senasta rándi, þetta er gífurlega city-sided map. Og þá horfum við strax til fyrsta ránsins. Hvernig SUS var að takla það? Mér finnst þetta að vera svona, þetta er ástæðan fyrir því að það koma margir overtime í overpass. Því að það er svo auðvelt einhvern veginn að lenda á erfiðri vörn þegar þú byrjar í mapbygginu þínu T-side og svo bara grændar út overtime og vinnur þar. Skulum sjá hvort að það sé í kortunum hér fyrir SUS. Sportbombu, þetta tjálans að Icy. Pressið eins og er búin að pússa út 5-una, nærða góðum 3 frögg sem koma þarna mjög snöggt, en þeir eru nálagt. Þeir eru nálagt og svinga strax en þeir eru að falla einn af öðrum. Vírus allt í hennu einn eftir en það er gífurlega geranlegt að sigra þetta ránd. Strax á 1 HP. Blik með dual Barettas. Geti gert það hratt, geti gert það hægt, skiptir engu máli. Og Blik, hann er alveg jafn langt frá þessu rótiti. Og verður að fara hægt í hann. Engin kit sem að ég sá. Vírus ætlar að fara hringinn. Gæti lendið tímasendingu. Heldur sér bara alveg fyrir utan Monster. Blik veit ekkert hvað hann er. Hann veit hann er ekki short eftir hann pússa shortið. Þú veist, og ekki með kit og það er bara ómögulegt fyrir hann að klíra þetta allt saman. Sér hann ekki Monster heldur. Þetta er búið. Snirtir eitt hauskot í þokkabót og 10. rándið komið í höfn fyrir Vega. Og á bakinu á engum öðrum heldur en Toxic og Vírus. Toxic með 3K þarna, hann er 19-4, Tommy. Ja, þetta er leikurinn hans. Og stór ástæða fyrir að þeir eru að landa þessum að halda sætum er Toxic multifrögg trekk í annarkvæmt rótpiti eða að halda sæti. Ég sagði það, við erum að bíða til því að Toxic þarf að stíga upp ef hann ætlar að sína það. Hann sé þessi kaliber af leikmanni sem við höldum að hann sé og hann er að gera það hér og hann virðist gera það í þessum pressu leikjum. Pressin er mikil þegar að þeir eru einu mappi frá því að tapa seríu sem að senda í úrslitaleikin. Sörka leita. Veit á einni Diglu þarna á bíinu. Það er einn hún í tenginu, hann veit ekkert hann. En þá ætlar að pústa annars staðar á mappinu og pressi fellur hérna í klósitum. Sörk leitar treyningu. Nær einum, en þetta er ekki Diglan sem að skauta á hann áðan. Icy. Og Sörk gerir gífurlega vel. Leitar að Diglunni sem að hann skildi eftir sig, en Rex í tengi aldrei spottaður. Gæti náði einu cheeky fraggi hér. Sko, ég tók einu sem eftir fragginu á Barrels. Nei, það gerist bara ansi fljótt. Og þar hefur við það 11-3 Vega. Sko, núna kemur eitt svona inn í jöfnuna, Tommy, sem að við höfum ekki talað um hingað til. Ungt lið, hungralið. Hvernig takast þér á við mótlæti? Það er nákvæmlega þannig og það er oft svona
prófraunin þegar þú mætir þessum reynslu miklu liðum og já, vissulega, það eru ný nöfn þarna eins og Toxic og í rauninni Kitty Disco líka en já, Virus og Sörk eru með hellinga reynslu á bakinu og BTS á svo líka og þeir eru ekki að fara að sleppa tækifærinu að komast í einhvers konar úrslitaleik en Rex gerir sér stóran þarna. Það er svo stórt að finna 2. Toxic býður eftir að pressa kíkja hann. Flassi kemur vissulega og hann er að hverfa en hann er tilbúinn að taka hann að fight 21-4 á Toxic. Bara maðurinn getur ekki tapa duel. Það er bara þannig. Skiptir engu máli þeir ná að taka hann ótrúlega lágt niður yfirleitt en hann finnur duelin sín. Og núna 3 á móti 3. Eitt smókur eftir sem að var kastað hér. Grensa og Flass á Icy og Blikk allar að spila í Forest. Matrix. En í middeltíðinni þá eru þeir mjög rólegir. Tími á klukku. Ég ekki bara kalla hann að staða Tony eftir síðustu hugu. Gætum gert það. Síðustu seríu. Gætum gert það. Akkáinn settur á Sörk sem að er fullt líf. Toxic, þú ætla bara að finna. Þú ætla að finna og við ætlum að treyta. Og það er spurning hvort að Vega ná að treyta Tony betur heldur en KBJ gerði. Það er ekki að kíkja í hann. Þetta er mjög aggressív stað fyrir Blikk til þess að vera í á þessum tímapunkti í lotunni. Það er einu, þetta er bomban. Það er að skipta í AK. Tópast ekki alveg viss. En púslar þessu saman og 11-4. Ég meina með svona mikið liðið af rándinu og 3-3 og býstu svo sem ekkert við því að leikmaðurinn sé að sita svona framalega eins og Blikk var í þessu tiltekna tilviki. Þannig að þetta virkar vel, en þetta er líka snjallt hjá Blikk að spila þannig í Forest af sökum þess að þeir vilja augljóslega ekki láta vita af sér, þannig að þeir eru aldrei að fara að pússa 5-una út af því að það er svo mikið hægt á því að einhverja spotta á DICE. Já. En sko, það breytir samt ekkert á mig, staðan er 11-4. Já. Og það er mikið verk að vinna hér fyrir SUS ef þeir ætla að sigla þessum leik heim. Strax ítt í aftarlega stöðu. Rex vissulega inn á klósitum að halda línu en Smókur kemur fyrir línuna hans. Blikk nær Sörk í tengi en restin af strólunni er annars staðar á mappinu. Toxic Smók. Þetta er ótrúlegt. Hann er á eldi, það er bara þannig. 2 í vörðinni samt, fyrir því að koma. Eiga ekkert jú til fyrir eitthvað slíkt. Blikk búinn að finna Toxic og pressið með 2 og þetta skilur Kitty Disco eftir 1-4 og slekkur svolítið í þessu rándi. Vega búinn að gera ágætlega, koma sér svona framalega, jafnaði liðum. Já, tala ekki og snemma, Kitty Disco við svo 17 í líf en mikið verk að vinna ennþá. Hann fellur hér að lokum. Eittan og frak hefði verið huge en allt kom fyrir ekki. 11-5 og tactical timeout tekið af Vega. Lítill peningur akkurat núna og gætu gert svipað og SUS gerði að hækka tempóið og sjá hvað gerist en sé ekki fram á það að sé að fara að fjárfesta eitthvað gífulega í þessu, kannski uppgreitið skambissur, uppfærðar skambissur en ekki mikið meira en það, held ég. Nei. 22-6 Tommy. Þvílíkur leikur hjá Toxic og ég meina ef að Vega sigla þessum leik heim og þá er það í rauninni bara Toxic og Virus sem að er að vinna þennan leik. 100%. 100%. Opnennar frá Virus á vörninni og lokannar hjá Toxic. Kitty Disco vissulega þarna komið í 12-9 og DJ er með 11 og svona, þú veist, já, þeir eru með, en Já, þú veist, restina liðin er með og allt það, en Toxic er bara
gera rosalega hluti og hann sendur þetta með tekku að reyna að finna opnun en allt kemur fyrir ekki. Rex hefur betur hér en heyrir ekki neinum öðrum, þá kemur blokkjútilið. Engin blastaður á B-inu. CT þar að segja. Já, gott breiða hjá Blik, hann finnur 4. líka með uspunni. Og staðan 11-6, Tommy. Já, 11-6 og þetta nákvæmlega það sem við vorum að tala um. Já, þú hefur verið að hamra á overtime pass. Já. Nei, ég meina, þú veist, það þessi dýnamík, það þessi virkilega, sko, í liðum sem að pikka overpass, þeir eru oftast rosalega góð CT-megin og geta alltaf svona tryggt sér, sko, að skoða, svona 9 ránda hálfleika CT-megin. Svo stundum bara T-hliðin ekkert ógeðslega beitt á móti einhverju sérstöku liði þrátt fyrir það að þú sett overall betri í mappinu. Já. Og þá endar þú á því að eiga slappan fyrirhálfleik og svo vinnur þið tilbaka þegar þú kemur í þægindastöðuna þínar og það er mögulega sem við erum að horfa á gerast hér en aftur ennþá mjög langt í land veka þarf bara 2 lotur og Kitty Disco með opnanir eins og þessa, það getur bara farið ansi langt. Þetta er bomban. Þetta er bomban og það er ekki góða fréttir fyrir veka. Já, eða hvað, VJ, getur hann bjargað þeim? Nei, Rex með annan áður en að Sörk finnur hann að lokum en Icy er þá búinn að finna vírus og þeir eru 3 á 2 hér, súsmenn. En gera þetta ránd, vita af Sörk. Vita geta Disco líka. Það var strándað. Gæti reynda að finna fætin hérna en Blik ætti alltaf að vera í advantage hérna. Gæti verið að hann kíkja aðeins lengra. Finnur tímasendingu. Gerir það Icy. Fingur langt frá róteitinu og bomban er lengst í burtu. Icy. Hver róteita hérna yfir af A-sætinu. Þetta opnar B-sæti Sörk á strollunni þangað yfir að A-inu. Tímasetningin gæti virka fyrir Icy þannig að bomban finn niður þegar hann er í heaven og hún gerir það. Með kitt á bakinu, kíkir í heaven, það er smókað. Smókurinn blúmar og einn búinn að rótita í monster. Hinn ætlar að spila close. Þetta eru öruggar stöður, þannig séð. Og Sörk er að komsta þetta allt til vina síns. Finnur fyrsta fætin og það kemur sving frá hinum, örugt round 12-6. Icy MVP nú síðasta mappi 3-14 í þessu leiktómi. Já, búin að eiga erfitt upprættar hérna. Ég meina áttu mjög erfiðan terrháleik og erfitt að púsla saman roundum, spila sem akkeri á B-inu í þokkabót þannig að lítið að frökkum fyrir hann að fá nema hann eigi sterkt rotate eða sterkt seint rotate eða þeir rösta B. En Blik á það alltaf. Já. Bara Sörk á B-inu. Rex loksins komið vappan í hendurnar. Takkaðu niður. Sér peningurinn ekki góður veka með inn, þannig að ef að Sús ná að svara hérna og halda litlum gangandi þá er það 2 ránda sigur á öllu líknum. Vissulega. Það ætti að vera það. Vissulega höfum við nú séð það ekki ganga eftir, oftar en einu svo oftar en 2 í þessari úrslitakeppni. Heldur betur, en 6 ránd samt sem áður til að krækja sigurinn er ansi mikið. Og þeir eru að spila yfirvegað og fá fullt af plássi. Það er mikil virðing hérna CT-megin sem að Sús er að gefa rótita í þokkabót einum leikmanni yfir af A-inu og 4. fyrirgjöfu sem er í aftarlegu stöðu á B-inu. Hérna kemur tekið. Sörk hins vegar ætlar að flassa út tengi og þeir ætla að exekuta á B-ið er að donata vírus hérna. Icy mólar á stöðu, þeir eru að svinga á réttri tímasetningu og gera það. Smókur í heaven, Pópas gerir sér stóran en hérna er fallegt take á B-sætið, Layers og pressi einn eftir og hann er jarðaður hér 13-6 og
það oftar en einu sinni, oftar en tvisvar sem ég sé þetta gerast, að Vega þeir tapa fyrsta mappinu á einhvern máta og þeir verða one up og gerðu það með einu rándi núna. Við kölluðum það rúst þegar það var 13-7 í núk og þeir gerðu einu betur 13-6. Já, sjúkt mapp, allt annað Vega lið sem við sáum og ég ætla sko allt annað sústlið líka. Já. Eða skilur þú veist, mér fannst þeir bara tapa fætum. Já. Þeir voru bara ekki að hitta spreyjum. Þeir voru bara ekki að tengja eins vel og þeir voru að gera í núk. Kaosinn þegar þeir reynda að keyra hann upp í nokkrum rándum var ekki að vinna með þeim, virtist að vinna gegn þeim. Toxic var bara I was born in chaos, þú veist, og einhvern veginn lokaði öllu þar. Þannig að virkilega áhugavert og aftur, þú veist, það að koma tilbaka eftir mjög erfitt tap í núk, pósta þessari framistuðu, talar mjög mikið það hversu frábært lið Vega og ég bara gæti ekki verið spenntari að fara núna í Anubis. Anubis next up en við ætlum ekki að tefja þetta. Hver er MVP-in? Don't you know that you're toxic? Britney Spears. Já, Britney Spears MVP, nei. Já, Toxic, ekki Toxic, hann átti þetta klálega fast á hæla, hans var vírus, þeir skiptir svo bara frábælega á milli sín, ég meina það var oftar en einu oftar en tvisvar sem að vírus finnur einhverju opnun, svo kemur tekið okkar sæt og Toxic þrýfur það upp. VJ átti líka flotta innkomuðan í afvörninni á tímabilum og ég bara, þú veist, ég get ekki beðið eftir að sjá Anubis. Já, það er nákvæmlega þannig. Þetta er ekki búið ennþá. Það er ennþá eitt mapp eftir. Þá fáum við að sjá hverjir mæta Dusty í úrslitum í NLG. En við sjáum það eftir smá. Anubis next up. Ekki fara langt. Já, bíllinn nýlega búinn í gang, sko. Það eru 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið að hekla í allt sem hann alltaf. Og hann líka nýlega yfirfarinn, það bara skiptum olíu, það skiptum allt í bremsum. Fyrst að posta alltaf. Nei, þú þarf ekki að pæla í því, við sjáum allt hvernig fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Vissi hann eitthvað stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann er að tala um eitthvað rauðan bíl. Jæja, klukka 3 mánuðar. Það er ekki vandamáli. Já, passa mér yfir, passa mér yfir. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
Velkomin aftur, þessi séri heldur betur að gefa og gefa og gefa en þrátt fyrir það þá var þetta aldrei svona one-sided map fyrir mappið, það svo sem fyrir til SUS sem var one-sided 13-7 síðan one-up að veka í map-pickinu hjá SUS Overpass 13-6 og þetta byggt á mjög góðum CT-hálfleikum báðum megin en senasta mappið Anubis svona, hvað eru nokkri hlutir sem að fara inn í þetta Anubis mapp eins og við vorum að heyra hérna þá var þetta líka mapp sem var spilað í fyrri seríu á milli Vega og SUS senasta mappið fór 13-8 þá til Vega og þeir kræktu í sigur í seríunni í regular season þetta ekki samt annað SUS-lið heldur en var að spila þetta regular season? Jú, ég meina maður myndi halda það og aftur eins og við kannski byggumst við að sjá í Overpass að það ætti Anubis að vera svona mapp sem að spilar inn í styrkleikana hjá SUS það sem þeir hafa sýnt okkur þennan ófyrirsjáanleika, þetta playmaking en það bara skiptir einhver máli þú ert ekki að hitta skotunum og það er svolítið það sem gerist í Overpass þannig að hvort sem það sé stressið, hvort sem það sé að þeir hafi farið bara á haldið að þetta væri komið eftir að hafa pakkað þeim saman í núk að þá þurfa SUS að finna eitthvað til þess að fínstilla sig fyrir þetta síðasta mapp en ég bara, þú veist, í öllum leikjum sem við spilum í Anubis núna þá ég að horfa á hvernig fólk að leysa úr þessu miðju avatt pælingum og við höfum séð mismunandi leiðir til þess að tækla það á sóknarliðinni við höfum séð lið bæði spila mjög aggressíft þar inni og vera mjög aktíf á þeim svæðum en líka bara svolítið sleppa þeim algjörlega bara, þú veist, einstaka sinnum kíkja út að main og einstaka sinnum spila bara aftalega á miðjunni þannig í staðinn og ef þú ætlar að spila einhvers staðar annars staðar heldur en aftalega þá spilar þú ekki í línu þar sem er hægt að bústa upp í þig eða sjá þig einhvers staðar í gegnum þetta gat þannig að þú veist, ég bara annars SUS-lið ég get eiginlega ekki sagt þú veist, ef við höfum verið að fara inn í Anubis eftir núk þá hefði ég verið bara SUS búin að vinna þetta bara, þú veist bara svipa og maður var með Overpass en staðreyndin er svo að við erum að fara eftir þetta Overpass þú veist, og það væri mjög auðvelt að vera bara eitthvað, veistu, Vega bara að taka þetta en bæði liður eru búin að sýna okkur að þeir geta bara, þú veist, rústað hinu liðinu þannig að ég veit bara ekkert hvað við erum að fara að labba inn í hérna og ég vil bara segja það, þú veist Þór KBJ 2-1 hvað var það var SUS á móti Sögu 2-1 þessi sería 2-1 eina 2-0 serían var KBJ á móti Dusty og það fór í 13-11 þú veist, 2 tæpi leikir hvað veistla er þessi úrslitakeppni? Það er nákvæmlega þannig þú veist, þetta er bara búið að vera algjör snild og ég bara býst í því að þessi veistla haldi áfram og ég ætla að segja, við erum bara enda í OT hérna Tommy. Það kæmir ekki óvart út af því að þetta mapp verður líklega að spila close en það sem ég langaði líka að minna á það er pre-fire-meistarinn. Fyrst að við erum í mikilvægasta slottinu, við erum að fara í game 3, við erum að geggjara liða, þá er það pre-fire-meistarinn sem að fer live þegar að húsið opnar klukkan 18 í NLG í Egilshöll. Við höfum grafík. Ég veit ekki. Við erum að hafa bílleik. Við auðvitað það bara betur, en við erum að fara live. Þannig er hún. Úrslitakvöldi. Já, úrslitakvöldi, 28. mars, klukkan 18, Next Level Gaming í Egilshöll og síðan verður pre-fire-meistarinn, hann opnar bara þarna og fólk getur spreytt sig. Veistu, sko, pre-fire-meistarinn, ég held að sá sem að pre-firear betur, geggjur skjár frá ofan og það eru hnífar hér. Þetta er síðasta mapp. Það er, Vega. Toxic er svo mikil tjat að hann er ekki með hníf. Hann er ekki með hníf, það er víst örstuð pása, þannig að við getum fengið upplýsingarna hana pre-fire-meistarinn í boði Red Bull. Besti tíminn í pre-fire þið sjáu þetta, þið horfið hann í bak þið sjáu Y-Prack logoið og það geta allir getið hvaða mappinum að ræða en besti tíminn hann fyrir heim með glæsilegan Lenovo Legion Pro skjá frá ofar, hann er 285 Hz 26,5 tommur OLED skjár OLED er best Lenovo Legion skjárnir eru búin að vera
geggjaðir í mjög langan tíma. Gaming-brandi frá Lenovo sturlað gott. Bara Svo geggjað. skiptir líka máli fyrir svona gæði eins og mig og þig. Það lukkuhjól og aukavinningar fyrir alla sem að koma að taka þátt. Þannig að mættu með félagahópinn og sjáu hver vinnur ykkar á milli og takið heim nokkra ískalda Red Bull eða mögulega einhverja aukavinninga. Já. Bara vonandi eitthvað skemmtilegt í boði þarna í lukkuhjólinu því að ég veit að ég ekki að vinna þetta. En það nokkuð þannig. Vega hins vegar byrja City megin og SUS termegin og þá hefjast leikar. Senasta mappið í þessari seríu 1-1 á milli þessara liða og það verðlaun að mæta Dusty í Best of 5 seríu í NLG 20. og 8. mars. Hægt byrjar þetta, svo sem ekki í fyrsta skipti sem það gerist í fyrsta rándi milli þess að tvekja liða. Búið sendur hérna með einu flassi inn í miðjuna. Sörk akkir á A og það mun mæða mikið á honum akkurat núna. Vírus búinn að finna blikk í miðjunni. Sörk með geggjað skot þarna, tekur út Icy og Vírus honum til hjálpar, tekur pressa á Sörk með Topaz og það bara Rex einn eftir hér. Snirtilega afgreitt. Mjög snirtilega afgreitt og eins og við sjáum á kamerunni á Rex, hann búinn að vera með sama expression leið og round tapast. Það vonsvikinn mögulega, hver veit, en þetta ekki niðurstaðan sem að hann vildi vera að fara í map 3 á móti Vega. Svo sannarlega ekki og bara við tölum það snögglega í Overpass, en hérna kemur þrautseigjan. Hún fer að skipta máli. Hérna kemur andlegi stöðuleikinn. Hægt að halda klefanum, hægt að sleppa við það að fara í einhverja uppgjöf og eitthvað vonleysi og það mæðir á SUS að gera það ekki hér. Að halda haus, halda í það sem gerði þá svo sterka í Nuke sem að var þessi árásakirni og þessi vilji til að taka fætana og ég bara ansið hrætt fyrir það að ef þeir ná ekki að halda því að þá eiga þeir mjög erfitt með að vinna Vega. Það nákvæmlega þannig og vissulega, ég skal virða það mikið að ef þú heldur áfram að taka fætana hérna þrátt fyrir það að skotin sé ekki hitta. Út af því að þá veit ég þetta bara innprentað í þig. Þegar þú byrjar síðan að hitta skotunum þá fer púslið aftur að passa. Já. En það var ekki mikið sem þið buðu upp á hérna í Overpass. Ég meina, þeir dálítið rúlluðu yfir og bara gáðust upp að nöndir endan, en vonandi ekki það sami á teininginum hérna. AK kaup á SUS og Vega, þeir eru konur með bonus round, svo kallað, Toxic og Sörk báðir á MP eitthvað. MP eitthvað, já. Sjáum hvað SUS geta gert hér með fyrsta kaupið sitt. AK var í gangi, kirkniskoðina komin djúpt í vatnið og Vega að sýna okkur það allavega í þessu rándi að þeir ætla að vera ansið framalega og aktífir þarna í vatninu. Sörk ennþá hulinn. Sörk hulinn og hann að fara að vera lykilmaður hér. Kemur algjörlega opna skjöldin, Icy nær að svara en Toxic fljótur í treyti og vel spilað hjá Vega þarna að missa ekki fleiri. Vírus snýr sig við og finnur Topaz og pressi allt í hennu einn eftir á móti 3. Það var snirtilega gert. Þeir grensuðu smókinn til að reyna að finna leikmannin sem að... Góður fætt þarna, Toxic nær að... Já. Hann fellur sem að opnar vissulega B-sætið. Bomban á bakinu og þeir að planta hérna. Og þeir geta bara hægt og rólega komið sér áttina að sætinu. Kitty Disco með kitt á sér. Planta fyrir City og pressi ákveður að fara beint inn í tengi. Áhugaverð. Sko, núna veit ég ekki hvort að hann að taka 200 IQ move og beita og í það að halda hann sig að spila CT. Disco eftir, 100 HP á honum. Svingar þetta inn í engulið og pressi gerir vel. 1 á 3 og pressi sikluð þessu rándi heim og mikilvægt ránd fyrir SUS að finna og mikilvægt fyrir þá að neita Vega þetta bonus round conversion. Halda peningnum í gíslingu og mér finnst það, sko, núna veit ég ekki hvort að ég sé bara ímynda mér að Tommy, en mér finnst eins og við séum að sjá mjög skýrt mynstur að liðin sem að lenda í svona efnahagslegum þrengingum snemma í þessum leikjum eru oftar en ekki að líða fyrir það í gegnum allan hálfleikin og tapa þessum leikjum. Já, vissulega.
En það er aftur kaup móti kaupi, en í þetta skipti sem þeir droppa þá missa þeir töluvert mikið HP, gott util setup. Búst aftur upp og Blikk komin close. Kitty heyrir í þessu og sér Kitta Disco vita af Toxic og hann inni lokaður þarna í vatninu. Nærða fyrsta, rífrakið kemur inn hins vegar og vörnin má ekki vera ofgráður á að vita af tveim þarna. VJ fundin hann gripin í eirað, Vírus setur þetta 1 og 2 en 1 í líf líka. Finnur samt í leikmannin. Já, nær samt sem áður frakki. Og enn helst peningurinn ansi lár. Ég velti því fyrir mér hvort að þeir hefðu bara að beila á þessu bústi. Það er mjög þægilegt að koma út miðjuna og pre-aima þarna inn í þessa hólu. Já, en býstu endilega við því? Þú veist, ég meina, voru þeir búin að gefa eitthvað info sem að tryggði það að Sús myndi vita það þeir eru tveir þarna og líklegir í bústinu? Ég veit það ekki. En það eina sem ég get sagt er það að Vega eru búin að sýna það að þeir ætla að vera mjög aktífir í vatninu. Allavega framan af. Já. Núna væri líka alveg gaman að sjá þá, þú veist, koma með nýtt look og spila bara aðeins aftar og láta Sús vera að leita að þeim í þessum framarlegu stöðum og jafnvel vera með lengri línur eða aftarlegu stöður sem geta refsað þeim á öðrum tímasetningum. Eitt er víst að þannig að Vírus þarf að koma svo vappan sem var að spila ósvo miklu í Overpass og það getur verið nákvæmlega saman í Anubis. Rex byrjar að opna þetta á Vírus allavega í miðju. Það er framlega stöð þar Kitty Disco komin í rótetið. Twitty ekki komið í place, hittir hann þá B. Sörk með Diglu á A-inu. En engin ákvörðun tekin. Bomban ennþá fyrir utan B. Og núna er hún tekin. Þeir ætla 4 að fara í gennum B-lobbyið og skilja einn leikmann eftir í lurki að halda róteti. Smókurinn er vissulega á mjög góðri tímasendingu en þeir ákveða að brjóta hann. Með 3! Já! Hann er ennþá á lífi. 2 móti 2. Fjórði ekki sjens en Sörk, skilsörk eftir í geranlegri stöð og ekki takkaður. Gæti verið stórt ná í bombuna hér, mólinn er farinn. Fær 1 móti 1 hérna í smá stund en sá tím er úti. Takkar Blikkarna. Ég er smá util og Rex er ennþá framalega með mökkuna. Og Blikk kemur sér í rífrakstöðu og spila skemmtilega úr þessu en gífurlega góð 3 fröggarna frá VJ í sparinu og Vírus kominn á vappan. Þetta er nákvæmlega sem það þurfa að gera. Já. Koma honum í stöðu og opna leika, loka niður svæðum á mappinu og gera Sús örlítið erfiðara fyrir því að þau völsuðu einfallega í gegnum þessa vörn í senasta gunnóti. Já, sjá hvernig spila miðjuna í þetta skipti. Ég veist ekki ætla að keyra niður í vatn eins aggressíft og hafa verið að gera. Skilja það eftir líka án utils. Þannig að þeir draga aðra línur í standinn í þetta skipti. Flassið ekki nógu gott. Icy finnur Kitta Disco þarna og núna er boostið að koma inn frá Sús. Grunar þetta ekki. Vírus fellur. Það er vatnið farinn. Rex kominn aðeins framalega heldur en að Sörk var að búast við en VJ svona gerir sér hugmyndum að það gæti verið séns. VJ er ekki hugmyndaðan er þarna og Rex búinn að finna VJ. Kalli kemur að fara bara að vita það að þar situr Sörk eftir 1. Finnur góða tímasetningu á þessu svingi en þeir eru bara of margir þarna. Toxic hér 1 á 5. Hann var stór í síðasta leik en kannski aðeins svo stór pöntun að biðja um 1 á móti 5 hér. Já, ég myndi ekki reyða með á það allavega. Rex ber sem vappalín á hann. Reynir í þetta.
Það var reynda pressa komið frá öllum engulum en það hafði ekkert vitað sérstaklega af því. En pressa á Vega efnaðslega eins og talaður gæti verið lykillinn að Sús sigri og frýr vappi í höndunum og Rex í þokkabót. Það er búið að spara og spara og spara og að brjóta alla sparabygguna á heimilinu og fær ekki að skjóta skoti. Nei, það er mjög sárt og sérstaklega svona það er eiginlega sko, það er verra að vera outplayaður. Þú veist. Já. Hann er skotin af bústi sem þið byggust ekki við. Ef þú bara tapar fight, ég meina það sökkar, en það að þú sást aldrei mannin í skópinu þínu, annað heldur bara svona vinstri hendin á honum, er svona bæti gráur og svart og gerir felluna aðeins sársöka fyllri. Hérna er Tópas að stilla upp í flassi inn á A. Sörk ætti að vera málaður út. Þokkalega vissum að það ætti að gerast. Nósum í haus. Og Rex, hann er að stíga upp í þessum leik 12-4 á honum hér eftir 7 ránd á mig. 6 ránd kláruð. Það er bara fullt af Util hendi áttina VJ. Engi séns að teknir. Bara vöru pílla af Utilið hana. Þeir eftir múlið Kitty sko lætu vita af sér. Hörfa með þessi vopn í höndunum. Erum með lítinn armor. Gætu sleppti að kaupa armor þá í næsta rándi. Þetta, já, pressi hlær bara þessu. Skelli hlær mér þessa. Hún fannst það fyndið. Hann hló. Hann skelli hló. 14 skot líka í áttina á honum og hann einhvern veginn lifir. En Rex svo sannlega að stíga upp fyrir liðið sitt hérna 12-4 eftir 7 lotur. Pressi líka 7-4, búin að vera sterkur framar af. En það er komið vappi aftur í hendunar á Vírus. Og núna þarf Vega að láta til sín taka vissulega meira jafnara map þegar þú horfir á hvernig rándin falla eftir því hvort þú ert að sækja eða verjast hér eftir breytingar, en það breytir samt ekki að 2-5 er ekki staða sem að Vega vilja finna sig í eða sætta sig við, og Icy tekinn látt niður hér í gegnum smók fyrir utan B. Ég tek þetta að hirti þessu róteti yfir í B-lobbyið. Smókur í miðju. Blokkjú til nota á B-inu. Vírus kominn, er í stuttu róteti en ætti að vera mólaður út af það. Toxic ekki með stjórn á tenginu, en vissulega engin leikmaður sem er þar, en Blikk gæti droppað. Hvað á hverju? Kittast að CT-ið. Gæti svingað inn í angul hvenær sem hann vill. En þá 2 smókar hjá Sús sem að ætti að vera nýttir. Vírus nær frakki á Blikk, en þetta er allt saman á B-inu. Toxic ennþá. Haukur í horni. Nær innum. Toxic gerir sér stóran. Spilar úr tenginu. Já, var þolinmóður þarna, fann rétta tíman til þess að virkja sig. Sús ætlaði frá B, persónulega, en fyrir með góða vörð þar, ég gæti séð fram á það að Sús sé bara aftur að fara að leita í miðjuna. Já, búið að ganga vel hjá þeim að vera að fara í miðjuna og setja pressu í gegnum A-vatnið. Gekk ekki upp núna, setja allt B-miðin á mappinu. En Vega eru líka búin að draga úr því hvernig þeir eru að spila þetta miðjuna. Þeir eru ekki búin að fara framalega, þeir eru ekki búin að fara niður í vatnið. Þeir eru ekki búin að smóka út stiga. Og það er búið að vera ganga aðeins betur. En á einhver tímapunkti þá myndi maður halda, allavega nema þeir byrja að raða inn rándum núna, að þeir vilji fara og breyta aftur til og svona halda þessu dýnamísku. Bústi kemur aftur upp, Flassi kemur inn í miðjuna og Vírus býst við bústinu í þetta skiptið, en samt sem áður
fellur VJ í miðju, búið að íta leikmönnum sikrum meginn inn á sætið. Þetta var einkennilegt. Það var mjög skrítið. Bara skot. Rísmúk á æð og þetta nákvæmlega það sem að koma. Sörk í ágætri stöðu til að ná allavega einum. Blokkjú til báðum megin á mappinu. Rótiti snöggt frá, flassið flýgur, kíkir hann inn í Topaz, hér hann kemur sér í betra angul. Spottar aldrei pressa, þannig að Vírus ekki byrjar að einbytta sér af A-lobbyinu, búast við að gæti mögulega einhver verið miðju, búið að loka fyrir A-exitið og Sörk hittir fragginu og fjórða randi fyrir Vega. Hægara tempo og engin pikk í miðju, útkoma Veganond. Já, 4-5 Sús en þá með yfirhöndina hér en jafn leikur þetta peningur svona ágætismálum hvorum megin, Topaz vissulega mökku en Vrex á vappanum og ekki búin að vera að finna opnarnir hérna síðustu 2 ránd. Hvað er þetta gert núna? Hefur verið svolítið svona ástæðan fyrir því að liðið hans að sigla inn þessu rándum en Vírus vel staðsettur þarna, búin að vera hreyfanlegur þegar hann hefur komist á vappan í seinni tíð. Ekki endilega oft sem við sjáum vapp móti vappadúel en þarna fer það í áttina til Heiðar Molla þarna ekkert. Þessi góðan Toxic vel staðsettur nær 2 en rífraggaður og þarna 3 frögg í röð frá Sús. Komin niður bombunni 2 á móti 2. Blikkir Lár, þeir eiga ekkert, eina grensu, vissulega. Þeir spila svo djúpt inn í tenginu og Þannig að smók, það stórt. Flassi kemur hérna í gegnum smókin. Icy nær að forðast það og Sörk komin á pizza. Blikk fallin. Ég geta bara að fara saman í hann. Það svona. Nær þetta fyrsta, VJ fer í frakkið með ekki með kit. Ef Icy hefði sigrað þetta þá hefði það verið sagðið til næsta bæjar með þessa glokku. VJ á svona alveg einhvern pening sko. Vissulega fékk maður pening fyrir að vinna rándir líka en já. Og jæja. Kaupi kit. 5-5. 2 lótur eftir hér í fyrri hálfleik. Og ég meina, þú veist, geti það verið meira spennandi eða? Nei, geti ekki verið meira spennandi. Sús samt komin á afturlappirnar og söku þess að eins og þú talar með efnahægurinn ekki þeim eitthvað sérstaklega í hag akkurat núna. Eiga samt 1 kaup enn og þurfa að koma bombunni niður aftur til að geta keypt eins vel eða ég vel að rándið. En spjótinum beint í miðju. En Rex opnar á VJ, vappinu sem heitur í höndunum á Vírus og nær einum tilbaka. Toxic komin í góða stöðu til að sjá yfir vatnið og hérna kemur smókurinn fyrir Faró. Kitty nær að molla hurðina. Góð molli, Vírus komin í stöðu í þristinum til þess að taka móti þessu. Hann er búin að vera fun heitur hér á vappanum og heldur því áfram pressi fallin. 3 á 4 núna. Rex lár. Rex mjög lár. Bomban yfir í miðju og gæti farið A eða B en lappa bara aftur inn í vappalínu. Vírus hoppaði inn í hana en hann gerir þetta alveg einstaklega vel hann Vírus. 13-6 á honum og ég leyfi mér að segja leið og hann keypti þennan vappa í annað skiptið. Þá byrjaði allt að koma upp Vega. Já, 13-6 Vírus og bara aftur þegar hann heitur að þá sko hann spilar leikinn þannig að einhvern veginn öll frögg sem að Vírus fær eru impact frögg. Hann vélinn í þessu liði. Þetta alltaf opnan, þetta alltaf það sem setur óvinna liðið á aftur lappirnar, setur þá á bakfótinn og heldur þeim niðri og það svona ástæðan fyrir því að maður getur sagt það að þegar að Vírus með gott KD ratio þá Vega oftast yfir á stigatöflunum.
Það er eitt nálagt, mjög nálagt. En Vírus með rífrækið spottaði eitt leikmann líka í miðju. Þarna líka, bara þetta rífræk, ekkert eðlilega snöggt rífræk. Ef þeir ná ekki þessu rífræki, þá eru súskomnir í yfirtölu. Þetta er alltaf impact-rökin, en hérna Kitty Disco Toxic að leita einhverju hérna, finna annan, en Presti með smá hjálp frá Toxic. Nei, ok, þetta var rotate frá Sörk líka. Þetta hefði verið svakalegt. Toxic náði einu þarna, en gott og vel. Náði hann ekki báðum? Nei, það var Sörk í rotatinu gennum Faró sem náði öðrum. En núna aftur, Sús byrjaði leikinn svo vel. Komnir á bakfótinn aftur og þurfa pistól. Þannig að Vega komnir í mjög góða stöðu, en ekki allt úti enn. Pistól og þetta leikur. Smá jútilkasta hérna, Játtan að bínu. Og bara þetta svo blik á platt. Vírus, hann sendur þetta einn inn. Já, hann heldur betur sendur einn inn. Icy með dual baretta að snerna einum, takki með rífrækið, gerir það ekki, hann fara að skjóta öllum skotunum. Og Toxic skilinn eftir. Það getur verið snirtilegt. En Sús krækja sér í fyrsta nándið og vinna pistól báðum megin. Já. Nei, Vega vinnur pistól í fyrir. Ásíki. En pistól og þetta leikur. Sex, sjö. Já. 6-7! 6-7. Þetta er døtt 2006 sko, hef ég heyrt, en... Það er gamlir til að segja þetta svona. Já. Það er góða. Sko. Ég er algjörlega búin að steingelda þetta mím heima bara með að taka þátt í því sko. Það er ógeðslega fyndið að vera með svona the old man superpower. Já. How do you do fellow kids vibeið sko. Það er geggjað að drepa eitthvað svona. Nákvæmlega sem ég gerir líka. Það er svo þess fyrir mig. Vírus svarar hérna Tópas með árásagirni út að lobby. Tópas 2-12, erfitt uppdáttar hér í þessum leik. Tvöfaldaði frökin síðan. Já. En það sem þeir geta gert með þessu frakki er að veiða út allt jútilið hjá Sús. Pressi á vissulega 2 flöss og 1 smók eftir, en þeir eru búin að veikja A og mitt og eru með 3 á A-inu og 1 á miðjunni. Rex fyrir að leita. Ekkert að sjá lörksmókur komin þetta út á A-inu. Gætu svingað þetta í stigan. Þeir eru silent. Put deadly. Bómbrukast á milli og Rex er fallinn. Sætin er algjörlega tómur, Tommy. Og það er leikmaður til að taka á móti þeim í rótitinu og það er Toxic hér. Getur að fundið eitthvað, finnur 1. Og það gæti verið frekar stórt til að halda yfirtölunni hérna, Vegamenn. Vírus spottaður, Kitty Disco spottaður, en þá ekki hotni hins vegar, 2 frökk í röð. Vírus 1 eftir með Diglu í höndunum, MP9 líka, ef hann skildi kjósa hana. En þeir ákveða að hönda niður. Og það er einfaldlega ekki hægt að slá hendinni gegn því að þetta hefði getað farið hæfilega Vegamegin. Voru ekki gráðugir kannski að taka fætt. Þeir eru 3-2 þarna. Já. En Sús spila vel úr þessu ríteki. Já, plantur Vega, gefur smá búst á efnahæginn og... Fell á 3. Já, fell á 3. Þannig að svona nett jákvætt ránd, nett og jákvætt ránd hérna fyrir Vega. Þáttur það að það hefði ekki fallið þeirra megin á stígatöflunni. 7-7 er staðan og áfram heldur þetta að vera æsi spennandi. Heppnaðist ekki fyrir gatið. Og hérna kemur flaskið fyrir vatnið. Rex að berjast miðju. Og ég er á því að þessi smókur í stiga sem að Sús er að henda er bara must have smókur í hverju einasta rándi. Já.
Það bara, þú veist, þú bara þarft að bara segja að þú færð ekki að fara niður að stiga frítt snemma. Það setur alltaf spurningamerki um það hvort að einhver sé að lurka í vatninu eða hvað gangi slörk reynir í gegnum smókin þarna refsa fyrir það. Það var temmilega bjartsýnt hjá honum. Já. Flass. Skrítið flass hans sem var. Aftur flass af og sér engan vita hins vegar að tveim þá á A-inu. Setta pressu í miðju og Toxic vídeoðleður sem spotta pressa þarna í Faro, takkaði niður sem að leyfi þeim að kíkja inn í tengið. Mollin ágætur til að hæja á þeim og til að rótið þig og pressa kemur inn Toxic nær að halda niður miðjunni í millitíðinni. Flass kemur þetta út og frábæri línu til að spreyja þetta niður. Og Vírus þá einn eftir á móti 4. Nær einum. Smókur og gerir ekki betur en 1. Já, og bara þarna var bara virkilega vel uppstilt vörn hjá SUS til þess að taka á móti. Voru búin að lesa þetta. Pressi gerir líka vel þarna að leið og hann byrjar að taka skaða á miðjunni, ekkert að hanga þarna of lengi, ekkert að reyna of mikið, heldur bara bakkar og kemur sér í burtu. Tekkur og ein glokka á Vírus sem vil fá vappan í næsta randi, vafalaust. 17-9 á honum og það væri gífurlega ákjósulegt fyrir þá að eignast það. Rex droppaði niður í vatni eftir að Mollin hæfir hann. Svo margar grinur, ef einhver hefði verið þarna, þá hefði það verið hans víðasta stund. Pressið með frábært spray hérna á miðjunni og eisinn! Pressi! Snirtilegt spray down. Og frábær afgreiðsla við deglunni líka. Já, þetta var bara eins snirtilegt það gerist og þetta er leikmaður sem vorum alltaf að bíða eftir að myndi blómstra út í einhvers konar stjörnu en hentar gífulega vel sem þessi þriðja stjarna í liði. Þannig að ef hann poppar off á einhver sjúkránd þá er þetta frábær leikmaður til að hafa í liðinu. Reiða sig aðeins meira á hins vegar Rex og Blikk til að koma með stóru fragtölunar og eins og talar í fyrri hálfleik Rex. Hann er að posta nákvæmlega því 15-11 og honum akkurat núna. Hefur aðeins kólnað á honum en við séum ekki með pressi, stígur upp. Já, ég meina, þú veist, þeir eru bara búin að skipta leiknum í helminga ef þú ætlar að horfa á Impact. Já. Rex tók fyrsta hlutan að leiknum hingað til og var algjörlega að raða inn opnunum þar fyrir SUS á T-hliðinni og stór ástæða þess að þeir komast þarna í forskot og síðan þá er pressi búin að stíga upp og hann er á 18-9 akkurat núna. Vega eins og konur á bakfótinn akkurat núna. 9-7 undir, búin að leka rándum inn í fyrri hálfleik þar á meðal pistol en Vírus komin á vappan. Sjáum hvaða áhrif það hefur á leikinn. Mollin er góður, Kitty Disco er fyrir framann og nær einum, vappin. Kitty með tvöfalda opnun en það er þriðji leikmanninn í miðjunni. Þeir æða í hann en Toxic með góða opnun eiga hins vegar ennþá hauk í horni á A-inu sem er komin í þristinn í Topaz. Vírus gæti kikt með þetta angul og hann er mollaður. Toxic með frag nummer 2 í þessu rándi og geta núna arkað saman. Rex var ansi nálægt því að ná að koma sér í nýja stöðu þarna eftir fyrsta fætin sem hefði gert þetta erfitt, hefði komið Vega á óvart, þeir voru ekki að búast við honum svona djúpt, rétt grip hann þarna áður en hann komst í þá stöðu. En þetta ránd er nokkuð kyrfilega í höndum Vega, Æsi ekkert að reyna við neitt annað heldur en að spara vopnið á þessum tímpúti og mögulega valda einhverjum skada. Já, Toxic hittir á góða tímasetningu þarna. Þriðja fraggið hans í þessu rándi. 17-10, Toxic eiga stóra 2 leiki hér. Já, heldur betur. 17-10 og Vírus og Toxic eiga ennþá VJ inni og Kitty Disco sem vissu láti tvöfalda opnun í miðjunni í rándinu sem var að líða. Já. Ég meina, þú veist, Kitty Disco, sko, VJ er búin að eiga alveg skorpur í kvöld, Toxic, Vírus,
Lítið búin að sjá af Sörk og Kidda Disco. Já. Þeir eru búin að vera svolítið týndir hérna í kvöld og ekki svona eins og við eigum til að þekkja þá. Og Kidda Disco sérstaklega var bara eina stjörnunum hérna á síðasta tímabili. Alltaf að pósta 2 stafa tölum, 20 eitthvað frökkum og það er góða fréttir fyrir Vega að eiga hann inni, hvort það maður virkist núna í kvöld eða ef við komast í úrslit getur stíið upp þá. Þurfa samt bráðum nauðsynlega á frökkunum að halda og spurningu að það Sörk sé að fara að láta til sín taka þarna, spottar eitt leikmann í A-lobbyinu, fær smókin sem nákvæmlega frábæra fréttir fyrir hann en nú aftur spjótunum beint að miðju. Sá bara einn í A-lobbyinu, smókur fyrir Faró. Tekur eftir bæði lið svona byrjaði að vera þokkalega aggressív kringum miðjuna og vatnið og bakka síðan eftir því sem að líða fleiri ránd í hálfleiknum, þannig að annars smókur á A-inu sem að ætti að Sörk ætti að vera að segja þeim, já það er mjög líklega annar leikmaður á A-inu. Það er ekki oft sem þú droppa smók fyrir A-leikmaðurinn en þeir eru hræddir við stakkið. Við mættum 3 síðast, þannig að þetta er að ýta þeim í áttina pressa sem er að spila CT. Og það er kikt inn í hann, nær þetta einum, nær 2 menn. Það er æsing með VT annars þar á mappinu, Sörk nær hins vegar Topaz á A-inu sem er búið að splitta upp vörninni og Rex í góðri stöðu var búin að spila rétt upp við Topaz allan tíman. Það er ekki plantið alveg strax. Leggur. Já, Rex gerir vel hérna 10. rándi til Sús. 2 á Rex, 2 á pressa í þessu rándi og Sús komur sér í 2 stafa töluna. Eru búin að vera með tankarhald hér á þessum leik í seinni hálfleik. 5 lotur á móti 1 og það fer að líða að því að sénsarnir sem Vega hafa til þess að koma sér í gang hér í seinni hálfleik fara að renna út, Tommy. Það er nákvæmlega þannig, þið voru með þá upp við reipið að kýla á tæma puttuna en sénsinn brást þeim þarna. Aðeins öðruvísi lúk, leifa Vírus að taka pikk hérna með vappan í höndunum. Það er skoti á blikk en það hæfir ekki. Aldrei svona. Já, tekur hérna töluverða skaða. 2 skot sem tengja ekki í röð hér út frá Vírus, ekki í karakter með framistöðuna sem hann er búinn að vera að pósta hér. Búinn að pikka á B-inu. Þá er það aftur í miðju. Smókin eitt að fara að feita fljótlega. VJ þokkabót kominn, Sörk einu leikmæri sem er annars staðar á mappinu og þeir eru búin að dobla upp vörnina á A-sætinu. Vappi að halda lobby og Topaz í stiga. Það er nú stöff hér á Súsmönnum. Það eru bara 37 sekundur eftir og miðjan er það eina sem eru með stjórn á akkurat núna. Hann á smóki þokkabót. Já. Þetta verður erfitt. Þeir æða hérna í gegn. Topaz með 2. En Rex fylgir því ekki eftir með neitt. Og það þýðir 3 á 3 hér. Blikk er kominn langt í rótitinu en þetta verður samt sem áður erfitt retake. Vita við einum á ströndinni en þeir eru bara 2 að spila sætið. 1 fyrir utan A-lobbið, annars smókur í tengi. Vestliðin er að íta þar út og á. Toxic, gott fragg á hann, 2 eftir. Erfið ákvörðun. Peningurinn ekki góður Súsmegin. Nei, enga veginn. Gæti kosið að spara bara. Gæti gert það. Sérstaklega það sem við vita ekki hvað Sörk er lár. Það að tjekka aftur hvort það finni eitthvað. Blikk og æsi ná sikkoru. Þetta er unnið. Nei, hann springur. Hann munaði ekki miklu. Eins tæft og hægt var. Tóku smá spirit. Séns þarna. Já, þetta var ekki planta fyrir lobby. Þetta var bara virkilega skemmtilegt retake. Já. Þú þarft alveg stáltaugar til þess að kalla 10 sekúndna frís. Já. Í miðju retake manni undir. Já,
Það er að skemmtilega við þetta. Spirit tóku skemmtilega útgáfa á þessu, það sem rótituðu 5 uspum á ströndina og þegar bomban, það voru cirka kannski 15 sekundur eftir, þá hendaði smókubombuna og fara 5 út heaven og fæta 4 og 1 deffar. Og þeir unnu það ránt, þeir náðu að deffa henni í smók sem náttúrulega bara klikkað. Já, hársprit frá því að virka hér fyrir SUS munaði kannski 1,5 sekundu. Þetta byrjandi báða vangi fyrir Vega, sérstaklega sem að nú eru aftur konu með hald á peningin hjá SUS og eru einu kaupi frá því að komast mögulega í 11. Það allir blankir inn á server. Já. Á engin pening. Þetta kreppa. Já. Kreppan. En það ótrúlega að vera terri. Þetta bara Seðlabankin í Anubis var að hækka stýrivexti og það allir staurblankir. Tökum við til því samt, það Mark 10, það 1 leikmaður hjá SUS sem með full armor. Það Blikk, restin, meðan annars Rex engin armor. Hann Glass Cannon og 48 HP á honum eftir. Það að taka vissulega Sörk niður í 50 sem að Það BTK hér. Mæði mikið á Blikk. Spurði City í Svínflasen, gott walk út til hérna. Og þá þetta fyrsta Blikk. Það að berjast í gerðum þetta, nær 2, en Icy það að gera sig stóran og gera sig risastóran. Og voru búinir að spotta Sörk í vatni áðan og það yfirleitt þar. Já, og alveg eins og þetta hefði geta verið rándið sem myndi koma Vega í sterkar stöðu til að setja 11 lotur á stigatöfluna. Að þá endar þetta þannig að núna Sörk 1 eftir á 3. Aldrei hef ég séð þetta virka. Töffarast! Aðeins að töffarast! Já, uppi þessu sparar við, ekki bara? Já, þetta samt 30 sekundur eftir á klukkunni og þeir eru pottið að fara að senda 1 leikmann til að henda þetta. Já. Bara kíkin í tengi, þá strax komin séns fyrir Vega að koma sér aftur inn í seríuna. Núna verður að kíkja í línuna eða hlaupa í burtu. Klikkar á fyrsta skotinu og pressi krækir í vappan aftur fyrir sinn allra besta Rex. En 11-9 SUS 2 rándum frá því að krækja sér sæti í NLG í Best of 5 seríu á móti Dusty. Og Vega staurblankir. Staurblankir, þeir þurfa að hleypa þeim í 12. Og það sem in-game lead ótrúlega erfið ákvörðun og þú finnur fyrir pressunni. Já, 11-9 stefnir í 12-9. Kitty Disco hann auðra væntingunum, búinn að finna Blikk hér. Grensa byssuna frá honum líka. Litlu hlut. Disco ekki að gera sig ennþá stærri en bara 1 frag. Blokkjú til í tengi. 2 í vatni til að sjá hvort einhver kíkja út en líklegast ekki. Sörk gæti fengið kontakt hérna á pressa. Reyna að blæða út meira jútil en ekki mikið til að henda. Annað en 1 smókur, 1 molli á Topaz og pressa. Allt með kyrrum kjörum yfir í Anubis núna. Og ásvönd sem ekki að koma nefnum á óvart að þeir eru búin að svindla leikmanna yfir close mid og virðist vera 3-1 yfir á AF með þessan eina í lurki í mid til að taka rotatið. Topaz að spila aftalega stöðu upp í heaven. Flottu molli, kemur á réttum tíma en City mollin endist ekki mjög lengi. Svingar þarna yfir og ná fragginn á Topaz enn og aftur. Ekki búin að eiga rosalega leik. Toxic komin í aðeins aðra stöðu heldur hann að vara að spila áðan en þá náðan fraggi. Þetta gerir þetta miklu erfiðara. Vírus verður að heita skoti hérna. Gerir það ekki. Svo pressi búin að opna en Sörk hann með fyrsta. En ekki meira Icy, rífur upp uspuna til að klára þetta.
Þeir gerðu það samkeppnishæft og þeir ná niður bombunni til þess að fá þennan auka pening inn í, það sem að hlýtur að vera þeirra allra síðasti séns í þessari seríu, Tommy, til þess að knýja okkur hér í overtime. Raun og veru ekkert langt frá því. Það eru þessi 3 ránd sem að þurfa í röð. Og þeir setja SUS í spar eða þeir vinna þetta. Já, setja SUS í spar. Þannig að þú veist, þetta í rauninni 2 kaup sem þeir þurfa að vinna. Sem að getur verið hægara sagt en gert. Það virðist vera erfitt að brjóðast í gegnum þessa SUS-vörn. Já, sérstaklega ljósið þess að þeir eru bara komnir með 2 ránd. Tótal í þessari seríu hinga til í síðara hálfleik. Rex gerir þrautina þyngri. SUS einu frakkin næri að komast í úrslitin. En VJ treytar vel þarna, 2 fyrir 2 á móti 2, 3 á móti 3 eftir hér. Þeir eru konum með 2 í miðinni og þeir eiga að vita að Tópas er að spila á A-inu. Búin að spila close tengi yfirleitt og hann er toxic spottaður og þeir eru að fara að hönda niður. Hann verður að finna eitthvað, gerir það ekki. Sörk og VJ 2 á 3. Búast þeim við þeim þarna líka saman en blikkar með fyrsta. Það er VJ. Það er nýji leikmaðurinn, 1 á 2 hér, síðasta von Vega. Báðir komnir á B-sæti í þokkabót, þetta verður aldrei auðvelt fyrir hann. Icy spottar hann í Faro. Fær sjensinn samt, Icy þarna hoppandi með eitthvað stöf í höndunum. Þessi Molly gerir mikið. Niður Icy til þess að nota smoke. Býstu Tópas, en Tópas búin að eiga erfitt uppdráttur allan leikinn en hefur rétt staðsettur til þess að tryggja SUS sigur hér í Anubis í seríunni og farmiða í úrslitin. Þetta er liðið sem ég spáði 7. sæti í deildinni og þeir eru konir í úrslitaleik á móti Dusty og þeir eiga það heldur betur skilið. Þeir spiluðu heilt yfir bara mjög vel í Núk og bara mjög samkeppnishæft þetta í Anubis. Dálítið lackluster í Ópas en bara gleymum því aðeins og fókusum á þessa jákvæðu parta. Þeir voru mikið að adjusta vörnina sína. Þeir vantaði dálítið upp á termiðin vissulega en þarna voru bara frábær tilþri frá vegamönnum þarna framan af en bitlaust hjá þeim í seinni hálfleik. Já, ég meina, við sáum það bara að það var, það er greinilega bara erfiðara að sækja í Anubis núna heldur en það var. Já. Og ég veit alveg að tölurnar eru 50-50 og eitthvað svona, en ég á ennþá eftir að sjá, hvað er sample size í íslenskum CS. Og það sem við erum búin að sjá í íslenskum CS er það að sé til hliðin virðist vera ívið sterkari núna heldur en hún var og rándin hafa ekki verið að skiptast 50-50 þar. Þannig að kemur svo sem ekkert á óvart. SUS sýna nokkra hluti þarna sem ég held að skipta máli. Númer 1, þeir héldu áfram að sýna okkur ákveðna breidd en samt ekki næstu í sömu breidd og í Núk. Ég myndi segja af því sem við sáum hér í kvöld að Núk sé besta mappið þeirra upp á breiddina að gera. Bara, þeir gá okkur aldrei 2 svipuð look einu svona í Núk. Svo, númer 2, þeir virðast hafa haldið haus ágætlega. Já. Ég held að það hafi verið kaflar þar sem klefinn var orðin svolítið þungur, ég held að það hafi verið kaflar þar sem stressið fólk kannski aðeins að segja til sín, en þeir náðu alltaf allavega að koma sér aftur saman og halda áfram að berjast. Og að lokum, þeir eru með einstaklinga sem að spila vel af hvor öðrum og geta stigið upp. Já. Blikk var ekki stjarnan í þessu liði í kvöld. Nei. Icy, Vrex og Pressi Tópas svolítið hvarf. Við sáum alveg Blikk. Ég tók ekkert mikið eftir Tópas í gegnum þessa seríu, því miður. En þessi 3 leikmenn leiddu vagnin fyrir SUS hér í kvöld. Og í Anubis, bara sem dæmi, Vrex byrjar virkilega sterkt, Pressi, mætir, klárar það. Þeir bara skiptu mappinu og liggur við í helminga. Þannig að bara lofa virkilega góði held ég fyrir SUS og ég held að við séum að fá einn mest spennandi úrslitaleik
sem að við höfum nokkuð tíma fengið og með svona ungt og hungra lið þá held ég sem eru ekki sko fjölskyldufeður með aðra skuldbindingar og annað þá held ég að grændið sem að er framundan hjá þessum leikmönnum Já. til þess að undirbúa sig fyrir úrslitin og hversu funheitir þeir eru að fara að mæta inn í úrslitin sé á leveli sem við höfum ekki séð áður á Íslandi. Já, eitt sem að þú veist væri heilræði væri að sjálfsögðu þetta verkefni sem þið eru núna í, það er ekki búið. Nei. Þetta er ekki það sem að partíið á enda og þið er bara að gefast upp núna og við vonumst innilega til að við fáum að sjá eitthvað nýtt og eitthvað skemmtilegt og aðeins meira krisp súslæðin upp því að Best of 5 sería er svakalitt marathon og þetta verður nýtt fyrir þeim og þetta verður bara ógeðslega skemmtilegt en þetta er nákvæmlega það sem að er að fara að eiga stað. Það er raflega á móti Icy í Pre-Fire meistarinn. Veistu, sko, ok, ég ætla líka að segja það. Þú veist, þetta er ungt lið. Já. Þú ert ungur með þrótlaus og orku, adrenalínu á fullu, þú getur ekki beðið eftir að spila þetta. Bara treystiði því, sofiði vel, borðiði vel og þetta á við bæðilið, skilur, sofiði vel, borðiði vel, æfiði vel, takið þetta af yfirvegun og ábyrgð. Af því að þegar það kemur að því að vera í þessum aðstæðum, þegar það kemur að því að vera að spila þessa leiki, þú tekur ekki eftir þessum hauka 2-3 millisekundum sem þú áttir í viðbragðstíma af því að þú náðir 8 tímum. Þú tekur ekki eftir því að þú ert aðeins minna stressaður af því að þú upplifir aldrei ef þú kannski vakti bara til 4 nóttina áður að grænda feysið eða hvað það er af því að það var það sem þú helst að væri það besta. Þetta er tíminn til þess að líka undirbúa sig, þú veist, horfa á VODs, counterstrata og það að við séum með rúma viku fram að úrslitum gerir það svo skemmtilegt. Af því að það er tækifæri fyrir bæði lið til þess að bæði koma með eitthvað nýtt í sína glósubók en líka að fylla síðurnar af já, þessi vill spila svona, hann vill spila hér, við getum búist við honum hér, þeir finnst gaman að taka þetta play og taka þessa liðsfundi og taka þessu alvarlega og ég held að við séum að sigla inn í einn svona, já, fyrir að fyrsta þá held ég við séum búin að horfa á skemmtilegust úrslitakeppni sem við höfum átt í háa herrans tíð. Já, ég held það. Og númer 2, ég held að við séum að fara að horfa á eitt skemmtilegasta úrslitaleik og skemmtilegasta BO5 sem við höfum séð í mjög langan tíma. Við höfum oft farið inn í þessi BO5 úrslit og hugsað, já, ok, þetta var svolítið 3-0, 3-1 vibe. Ég held að við séum að fara að horfa á 3-2 seríu hér 28. mars í Next Level Gaming. Það er eitthvað meira að fara að gerast líka 28. og það verður á NLG. Það er Pre-Fire meistarinn í boði Red Bull. Besti tíminn fyrir heim með glæsilegan Lenovo Legion Pro skjá frá Ofar. Að sjálfsögðu einn af okkar allra bestu styrktaraðunum og þeir sem taka þátt fá líka taka þátt í lukkuhjólinu og aukavinningar og svona fyrir mig og þig. Ég vona bara þegar við erum búin að lýsa þessu partíi að við fáum að taka allavega 1 run. Bara svona upp á fönnið, sko. Sko, ég vona líka að það verði sokkar. Ég veit að þetta hljómar ógeðslega skrítið, en bara uppáhalds hlutur minn til þess að fá í öllum ykkur svona giveaway-dóti eru sokkar. Já. Ég er alltaf í bleiku ljósleðar sokkunum mínum frá Skjálta, sko. Ég er bara mjög reglulega í þeim. Já. Þeir lúkka kjánalega, en þeir eru ógeðslega þægilegir. Og ég held að ég hef aldrei svona, ég held að fyrirtæki hef aldrei keypt mína tryggð jafn ódýrt og með að gefa mér sokka. Já, sokkar ódýrir og ég veit hvað ég gefi þér allan í jólagjöf. Það er bara á kristaltæru. En æsi spennandi úrslit og undanúrslitin voru ekki á verri endanum og við fáum SUS á móti Dusty Best of 5 sería 20. og 8. mars. Ekki láta þið vanta niður í NLG í Egilshöll, leikmenn og já, við verðum á svæðinu að sjálfsögðu. En í millitíðinni, já, borðið þið vel, soðið þið vel og ef þið eru SUS, farið inn og sörur og prakið. Takk fyrir okkur.